Hjartanlega velkomin, það Eldgóð-deildin með ykkur á þessu mánudagskvöldi. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og með mér í setti Aron Fannar, ja, eins og oftast áður. Ekki síðustu viku samt, þá var ég veikur. Og þar á undan var ég veikur. Þar á undan varst þú veikur. Já, ég búin að sakna þér, sko. Já, sem er leiðist. Það drullu gaman að vera komin aftur. Og við erum að fagna hérna í dag byrjun á nýrri keppni. Þetta tímabil eru nokkrar keppnir og við erum að færa okkur yfir í tríós. Heldur betur. Úr duós. Geta ekki beðið eftir, sko. Ég er ógeðslega spenntur. Og áður en að við kannski förum og svona setjum sviðið fyrir tríós, að þá ættum við kannski að byrja á því að minnast á síðustu viku, að þá kláraðist duóskeppnin. Já. Og það var náttúrulega vita fyrir síðustu umferðina. Hún kláraði eftir henni þar síðustu viku. Já. Dennis 13 og Jensína voru með mikið forskot. Endur sem sigurvegarar bara á hátt sem að ég held að fáir hefði búist við, bara þetta level af dominans sem við sáum. Eins og ég sagði í síðustu viku, ég er búinn að þeir eru mest dominans íþróttalið í sinni íþrótt bara á landinu, held ég. Já. Þú veist, eins og Breiðablik í fótbolta á Víking á móti sér. Já. Og eins í handbolta og Stjarnan í körfubolta á Tindastól á móti sér, skilur við. Það er bara enginn sem har keppt við það í dúo, sko. Nei, og ég meina þeir fóru bara völduðu yfir keppnina, getum bara sagt það þannig. Já. Voru að vinna leik eftir leik eftir leik, voru alltaf að standa sig vel, voru að ná fullt af fellum, gáfu síðan í þarna í þriðju vikunni bara og fóru í full tvöfaldvaf. Það gæti líka verið hættulegt fyrir bara alla í mótinu af því að þú færð mjög mikið sjálfstraust þegar þú kemst að því, herru, við getum ennþá unnið leiki og við getum ennþá gert það með 14-15 fellur. Þannig að sérstaklega í tríós núna er áhugavert að sjá hvort að þetta haldi áfram eða hvort að hinir sterku spilararnir sem við vitum að eru þarna. Þeir eru nú ekki með slæma viðbót, sko. Nei, og við tölum það á eftir, en í öðru sæti, manstu hverju voru þar? Kristó og Sigmar. Já, og í þriðja sæti Gabbi og Mytik. Endaði ekki Gnarr og Liljar í þriðja? Náðu þeir ekki að stela í þannig í lokin? Ég bara er ekki viss. Nei. Ég var veikur. Þú varst veikur, ég var hérna, sko. Ég var í ykkur. Gabriela var að segja mér að Gabbi og Mytik hefði verið í sæti, sko. Ég veit ekki, það hlýtur að hafa komið. Það var sannilega rétt. Þannig að gullfiskaminni mitt, sko. En allan, hann var mjótt á munum þarna, Gnarr, Liljar, Gabbi og Mytik, búin að standa sig mjög vel í öllum leikjunum og já, þannig að þá segjum við skilið við duós fyrirkomulagið og það sem ég myndi segja stóð upp úr þar var, við fengum bestu endgame sem við höfum séð síðan við fórum á stað með þessa keppni. Klálega. Við fengum mjög dominerandi framistöðu frá Dennasi og Jensínu, en við fengum líka nýja leikmenn sem að fóru að blanda sér vel í toppbaráttuna og sýndu að þeir eiga erindi þarna upp. Klálega. Og ég held að duós hafi verið frábær stökkpallur inn í það að sumir öðlist aðeins meira sjálfstraust og byrja að keyra meira. Þarna sjáum við þetta, munaði þarna 33 stigum á Liljari og Gabba og Mytik. Þegar ég fæ að sjá þetta, þá var einmitt Gabbi og Mytik, þeir byrjaði kvöldi í 7. sæti, sko. Já. Risu þarna upp, bara bættu metið í fellum, fyrsta leikinn. Sérðu það líka með 51 fellu, einu liðin með meira. Með rámar í þeirri enda í 18, sko. Já, það er ótrúlegt. Það er geggjaður árangur og sjáum líka hversu mjóttir á mununum þú veist, milli Liljar og Gnarr og Kristó og Dr. Hákon. Mér fannst Wish og Lawson vera líka geggjaðir, Siaks og Markus Drabdik stóðu sig frábærlega, Emil Lester, Fjölnismennirnir Bjarki og Steini, Gumsu og Fítsjó.
Þetta var skemmtilegt tímabil, mér fannst það mjög skemmtileg keppni, frábært að sjá, þú veist, ég hefði ekki spáð helmingnum af þessum nöfnum á þennan stað fyrirfram, ef við tókum bara solo og þannig að, þú veist, ef við erum að sjá þennan breytileika á því hvernig stigataflan er að raðast upp, við færum okkur úr solo í duos, þá verður spennandi að sjá hvað gerist við færum okkur úr duos í trios. Heldur betur. Þannig að, já, við skulum nú setjum við punkt bak við þennan kafla. Penniðin er nú. Setjum punkt bak við þennan kafla. Við óskum Dylansi 13 og Jensinu til hamingju með sigurinn. Sömuleiðis við öll liðin sem komist inn á top 10. Klálega. Stóðu sér frábælega. Til hamingju sem tóku þátt bara. Til hamingju allir sem tóku þátt. Fikk ómælda skemmtun. Og sjónvarpstíma. Og svo færum við okkur og fókusum núna inn á trios. Heldur betur. Trios, eða þrír saman í liði. Vinsælasta keppnisfyrirkomulagið í Fortnite. Að mínu mati skemmtilegast. Hvað er það við það sem að lætur það vera skemmtilegast fyrir þig? Það er það, eins og í duos til dæmis, einn fellur, það er töluverð brekka, sko. En ef einn fellur í trios, þá er það komið 3-2, það er alveg vel geranlegt, sko. Á meðan, þú veist, 2-1 er ansi brött brekka, sko. Já. Þannig að það bætir, ég held að það getur slægina skemmtilegri. Ég held að það verið minna af þeim samt, sem að gerir það verkum að endgame verið ennþá betra. Já. Þetta gerir líka, myndi ég segja, sko, þetta gerir miklu áhugaverðari reboot mekanismin. Já. Því að núna getur einn spilari lifið af, tveir geta fallið, því hann getur samt náð kortinu þeirra, komið þeim aftur inn í leikinn. Eins, ef þú missir einn spilara, þá er tiltölulega auðvelt að koma þriðja spilaranum aftur inn í leikinn. Nákvæmlega. Það geti breytt svolítið, eins og við sáum í duos, það getur breytt svolítið hvernig fyrstu stigin að leiknum er að spilast. Af því að það sem var að gerast í solos var það að þú lentir í bardaga, þú tapaðir, þá varst út, skilurðu. Við vorum alltaf að sjá það í duos, að fólk var kannski að lenda í bardaga snemma og beila síðan bara annar, þú ert komin í vesen, ég er farinn og svo kem ég þarna eftir kortið, kem þér aftur inn. Nákvæmlega. Ættum að sjá ennþá meira því, en það þýðir þá að einhvað hlutfall af spilurum inn á servernum er með það mission að koma liðsmanninu sínum aftur inn í leikinn frekar heldur en að gera eitthvað annað. Nákvæmlega. Eins og til dæmis að berjast. En ég held að það verði fyrir verkum að við fáum ennþá fleiri inn í endgameið af því að, þú veist, fellur mission 2, þitt mission er bara að ná þeim tilbaka. Já. Og það er miklu auðveldara fyrir að ná viniðinum tilbaka. Þannig ég held að við sáum mikið að fellum en fleiri verða eftir í endgameið, sko. Já. Sem ég held að það verði rosalegt, sko. Já, og svo þurfum við alltaf að tala eins kannski svona miðbygg leiksins. Að þá miðbygg leiksins þá búist við því að þetta spilist meira passíft. Já. Af því að sko áhættan af því að þriðji aðili blandi sér í leikinn til dæmis og það verði bara eitthvað kaos, eykst mjög mikið. Já. Og á sama tíma þá er getan þín til þess að taka bardaga langt í burtu orðin miklu betri. Já. Við gætum jafnvel innan trios farið að sjá einhvern að keyra hunting rifle, snæpera. Er hún í leiknum núna? Hunting riflein er í competitive. Ætti að vera allavega. Ég er ekki búin að sjá hana, ég sá hana ekki í duo svolítið. Nei, en það held ég að enginn sé að keyra það í duo, sko. En það er allavega sko í leiknum akkurat núna venjulega game og þar ertu með laser riffilinn eða hvað sem það heitir, railgunnið eða eitthvað. Þú ert með explosive repeater riffilinn sem að skýtur hérna og gerir smá sprengingu. Góður á range, þú ert með hunting rifle líka. Og þetta er allt vopn sem að er ekkert pláss fyrir í solos og duos. Nei, sannlega ekki. En þegar þú ert með kannski 2, núna getur þú verið með eitt sem er að keyra AR, eitt sem er að keyra SMG og eitt sem er að keyra eitthvað long range. Já, það er bara komið með ákveðna bara klassa. Já, og þá getur við farið að setja upp moment þar sem að kannski, það er allir saman að horfa hérna á einhvern vegg, því editaða niður, þú veist, AR-inn spreyjar, SMG spreyjar og hinn gæðin er að reyna hérna að þræða eina kúlu sko, inn í boxið til þess að ná storm surge tikkum og þess áttar. Og það er annað sem geti þá farið að spila hlutverk í þessum leik sem er storm surge ef að þetta byrjar að hægjast þarna á og fleiri byrja að lifa af þá gætum við allt í hún séð dýnamíkina bara við það að fara yfir í trios bara kollvarpast innan leiksins. Klálega. Þannig að ég held að við höfum séð mjög lítið storm surge sko. Já. Ég held að það verði náist mögulega ekki núna heldur það er alltaf eitthvað í gangi held ég. Sammála því sko, en það er svona það eru meiri líkur á því. Já, klálega. Skulum segja. Annað líka sem gerist náttúrulega, ef þú ert með solos
og þú ert með 80 mann sem server, þá þetta 80 einstaklingar og hver einstaklingur með svona hring í kringu sig þar sem hann getur tekið eftir öðrum andstæðingum og þegar þessi hringir skarast þá getur fight orðið. Í trios þá ertu með miklu færri hringi sem að hreyfast mappið, þannig að það erfiðar að finna andstæðing og lenda í fight. Ef þú lendir í fight þá líklegt að hann byrji meira long range og jafnvel það sé eitthvað disengage og fólk komið sér bara í burtu. Þannig að ég sjúklega spenntur að sjá hvernig þetta spilast og svo náttúrulega endgameið. Þú ert allt í einu komið með þrefalt meira af materials inn í endgameið heldur en ef þú ert að spila solo. Sem þýðir það að geta innanliðsins að deila efni við á milli sín, að byggja, að tunnela, að eiga ákveðin leigir. Ég held við sjáum það lóksins núna. Við sjáum miklu meira tunneling og ég held að fólk muni frekar spila á lógrandinu núna. Já, og þú veist, og þetta nefnilega sko, ef þú horfir á atvinnumennina spila, þá spila þeir endgameið í trios þannig að þeir eru með einhvern dedikeraðan til þess að tryggja vegferðina áfram á meðan hinn að reyna að pikka eitthvað og skjóta og að fylgjast með hverjir eru fyrir ofan, hverjir eru fyrir neðan, jafnvel að leita tækifærin til þess að brjóta niður eða brjóta upp og eitt sem að ég hef ekki séð hjá okkur ennþá en gerist reglulega í atvinnumannssinni að einhver gleymir að byggja eða rísa þetta vegnum fyrir aftan sig og einhver lauma sér upp og síðan með bara gang þar sem hann með bara beint skot á andstæðingin og ég hlakka til að sjá íslensku spilarana takast á við þessar aðstæður. Klárlega. Af því að mér finnst þetta vera það hefur verið svona vöntun á svona, hvað maður segja, þú segir bara með ákveðið hlutverk reyninni. Við sáum það ekki í Duos eins og mikið og ég hefði haldið að við höfum séð eins og ég talaði oft við værum með eitt sem kannski að long range og peka veggina menn hinn að keyra inn í. Við sáum mjög lítið af því. Við sáum aðalega mjög marga að vera bara að læra á að spila á bilið á milli sko. Já. Ég nefnilega, og þetta það sem ég held að íslenski spilarar almennt hafa ekkert rosalega mikla reynslu að spila svona endgame. Þannig að ég held að endgamein geti orðið svolítið kaos og við gætum séð svolítið svona ákveðið shake-up í hverjir eru að vinna eða komast í top 10 eða top 5 út frá þessu. Og í takt í það, þá erum við 9 stig. Við viljum kannski henda okkur yfir stígin og segja okkur aðeins frá það. Við erum alltaf búin að vera að tyggja öðru stigagjöf inn í fólkið. Já. Og svo þetta að segja en bara gleyma því núna. Já, en gleymið því. Hún er allt úrelt sko. Þannig að þetta er nú þannig að nú safnar bara stigum og fær bara stigin fyrir að lenda í 20. Þá fikkum við 4 stiglendur í 17. Það ekki alveg pottilega það mér? Jú. Og svo safnar upp 6, 9, 12, 15, 18. Þetta bara sama og í kaskap. Já. Sama fyrirkomulag nema, held að stærsta breytingin sú að við lækkuðum stig fyrir fellur. Já, það bara 1 stig fyrir fellur. 1 stig fyrir fellur. Á meðan að þau hafa verið 2. Já. Og við sjáum líka stigin fyrir placement eru búin að hækka mikið á móti. Það sem var 25 stig fyrir fyrsta sæti í rauninni að fara að vera einhver 100 stig fyrir fyrsta sæti og fellunar eru þá í rauninni að fara að skipta frekar litlu máli í stóra samhenginu. Já, við sáum þetta endgame sem var hann í það síðustu viku og við viljum meira af þessu. Já. Þess vegna kom þessi hugmyndi sem við viljum prófa. Og þetta var allt keyrt í samstarfi við samfélagið og rætt við fólkið þar og við erum mjög spennt að fylgjast með hvaða áhrif þetta hefur í dag. Og ég held að þetta mun hafa þau áhrif að við sjáum bara ennþá fleiri. Ég held að við sjáum svona 40 manna endgame núna allavega sko. Hvað ég get ekki beðið því það verður geggjað og það kannski rétt að minnast á það áður en við höldum eitthvað lengra að þetta sjálfsögðu allt í boði Elko, Kia og Look. Og ég ætla að leyfa mér að stóðuva flæðið okkar aðeins og ég ætla að taka eitt nammi hotn. Af því að mig langaði að tala eins það sem heitir Mini Candy Sushi Soft Candy Mix frá Look. Þetta Hreimur sko, ég geði það. Soft Candy Mix. En þetta, sko, ég ætla að viðurkenna það, kom mér sjúklega óvart. Ég hafði ekki háar væntingar því ég sá þetta box og ég hugsaði þetta 2, 4, 6, þetta 8 nammi.
þú veist, ég að fara að vera sáttur með 8 nammi? Ég vil kannski borða meira heldur en 8 nammi. Herru, þetta er fullkomið. Þetta er fullkomið magn, þetta er ekki of mikið. Nei. En ef við förum aðeins yfir bitana, þá erum við með hérna uppi hægra megin. Þá ertu með 2 svona sykurpúða sem eiga að vera hrísgrjónin og þar ofan á annars vegar svona eitthvað rækjuhlaup og fiskarhlaup. Þetta fannst mér ágætt. Já. En mér fannst hlaupið ekki vera alveg nógu bragðsterkt til þess að svona taka yfir sykurpúðabræðið. Nei, skilji. Þannig að mér fannst of mikið eins og ég væri að borða bara sykurpúða og of lítið einhverja svona aðra áferð og bragð. Hins vegar, þessir hérna 2 sykurpúðar. Já, ég get ímyndað með það. Geggjaðir. Því að þeir eru með súru strimlana sem að mér finnst frábærir ef þeir hafa verið að fylgjast með nammi-hotinu mínu að þá eru þeir frábærir og það blandast vel af því að það er líka með sykurkristallana. Þannig að hún færð áferðina inn í sykurpúða hérna kjamsið sko. Og ég bara, þú veist, mjög gott. En ekki það besta. Núðlurnar hérna niðri, mér fannst það ekki frábærar. Ég er ekki hrifinn af þeim. Nei, þú veist, strákunum mínu fannst það skemmtilegar. Af því þetta voru núðlur gefði þeim svona meira einhvern á svona novelty value. Já, konceptið er skemmtilegt sko. Já. En þá komum við að það sem er hérna í miðjunni, þessi hérna 2 bitar og ég veit ekki hvort það sjáist nógu vel en þetta eru svona mjúki gúmmíbitar með svona hörðum nammi kúlum utan á. Já. Geggjað gott. Okay. Þetta kom mér svo óvart að þegar ég borðaði fyrra að þá langaði mig líka að fá mig seinna því mig langaði að geyma það, af því það var svo gott. Nei, ég man að Finni hérna produksjónin hjá okkur, hann talaði mikið þessar kúlur sko. Það voru geggjaðar. Gott bragð, skemmtileg áferð og svona blanda af áferðum sko. En það sem að tekur samt kökuna sem bara besta nammið í mini candy sushis of candy mix þessi hérna hringir niður í hægra horninu, þessi grænu og hvítu hringir og þetta er eitthvað sem allir ætti að kannast við. Það var allir smakkað svona súra eplarhringi, svona græna eplarhringi. Haribo gerir það til dæmis og ég hef alveg staðið mig við það að kaupa bara pakka af þeim að þeir eru það góðir sko. Nema í miðjunni að þá er svona eins kúla og hérna, þannig að þú fær líka mismunandi áferð og mismunandi bragðin í það og bara það sem Lúkalúk fær kredit fyrir hérna er að þetta eru bestu eplarhringir sem að ég hef smakkað. Ef að ég geti keypt bara svona póka frá Lúkalúk af svona eplarhringjum og svo er annar póki hérna við hliðina frá Haribo, ég myndi kaupa Lúkalúk. Það er risastórt. Ég ætla bara að fullyrða það akkur núna. Þetta er ótrúlega gott svona eplabragð af þessu og ég bara ætla að gefa sushi-settinu þrátt fyrir svona ákveðin vonbrigði. Það er eitt nammi hérna í viðbót sem er hérna undir miðanum. Ég veit ekki hvort þið sjá það. En það er svona súr strimill í kringum svona rauðan lakkrís með hvítri fyllingu. Það var líka frekar gott. En núðlurnar, disappointing. Hérna, 2 sykurbúðirnir hérna gætu verið betri. Heildan einhvern samt út af því hversu frábærir mólar eru hérna eplarhringirnir og hérna kubbarnir og þessi hérna 2. Gefið svo 8,5. Já. 8,5. Það er herra en okkar súrustrimlunum eða ekki? Nei, þeir voru 9,5. Þeir voru 9,5? Já, það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að dethróna þá sko. Já. Þannig að, já, ég get ekki mælt meira með þessu sko. Nei. Þetta er frábært. Skemmtilegt, þú kannski að hugsa, hvað á ég að pikka upp hérna fyrir seinni undakeppninni í söngvakeppninni eða eitthvað. Eitt svona sushi set, kaupir það, hendir því á borðið fyrir krakkana. Ef þú ert að fá kannski 10 krakka eða eitthvað, kaupti þá 3. En þau eftir að algjörlega elska þetta. Já, sko, svo er það gera það sem við segjum, ekki það sem við gerum. Já. Þegar ég hérna lét Stefán alltaf tölum og borða nammi í hæfi og í hófi og svona. Þá hérna sagði ég við Stefán alltaf að koma að leti þig að í síðustu viku. Ég sagði hérna í pakki, þú hefur 2 mínútur. Já, ég myndi ekki mæla með því. Nei, það var ekki gott. Þetta er alveg nammi til að njóta, skilur við. Þetta er svona ótrúlega satt, þá myndi ég segja að þetta væri svona frekar fullorðins nammikaup af því að þetta eru bara 100 grömm
og þú færði þér svona, þú veist, einn bita í einu og gefur þér alveg tíma. Þetta áalveg að vera nóg yfir einu kvöldi. Mæli með Mini Candy Sushi Soft Candy Mix frá Luca Lux. Þá namið hortnaði Óla í kvöldlokið og við höldum áfram og færum okkur aftur inn í Trios og Fortnite og við ætlum að tala 3 lið. Fyrsta liðið, já, við sjáum það hérna. Ok, byrjum efst. Denas 13 og Jensína og svo Mr. Cristo. Þarf að segja eitthvað. Sko 3 af 4 sem að voru mest að berast high groundið í duos. Cristo, myndi ég segja, sko, unofficial high ground king Ísland. Denas kom oft upp á challenge eða sko. Já. Þannig að þetta sterkt lið. Þetta sterkt lið. Já. Og þeir heita sko Aura, sem svona eiginlega eins og þeir segja bara Aurið bara veluna fyrir beintina okkur núna. Þú ert svo gamall, Óli. Þetta Óra. Ég veit það. Já, en Aura miklu fyndnara, Aron. Já, ég bara Aura á þá. Bara það oh my god, sko. Þegar að brandarinn fer yfir hausinn á makkinu. Ég held sko að þú værir ekki náðið að væri Óra. Ég byrst velvirðingar. Já, en þeir eru allavega með, myndi ég segja, Sigur Áru í kringum sig. Og þar fyrir neðan, þar eru við með Habibi, Goggi og Pjási. Þeir eru liðið JTL, sem að lætur mér að spyrja af hverju Habibi með JTL og Goggi og Pjási með JTN. 2 af 3 með JTN og liðið heitir JTL. Já. Einhverjir samskipta örðuleikar mind game þarna, en já, við vonum allavega samskiptinu á server hjá þeim verði betri heldur en þegar þið voru að samrýma nöfnin sín. Svo ertu með Fjölni. Já. Og Fjölni bara með full trio sko hérna. 2 meira sér í rauninni. Já, Tunkatown og Slipstream stóðu sig vel, myndi ég segja, í síðasta og þeir fá liðsinni frá Bjarka Panda. Sem þarf að splúndrast við sinn duo. Já. Það var skemmtilegt að sjá svona, það er lengur lið hvaða lið splittast og hvaða lið samast öðrum. Ég verð ekki ánægð með að þessir heldu. Deina og Jensína. Mér fannst það sko liðans Bjarka hérna bara standa sig mjög vel. Og það kom mér á óvart að þeir hefðu splittast sko. Já. Þannig að, en þú veist, Slipstream og Tunkatown voru líka flottir, þeir voru svolítið árásargjarnir, gerðu þarna ein mistök sem að ég man eftir í einum af leikjunum. Þeir eru að segja að það var ráma miða, sko? Minnir að það hafi verið þeir frekar en einhver aðri sem voru teknir og leysiraðir hérna long range einhvern tímann, en ég geti haft rátt fyrir mér. En ég allavega, myndi segja að þetta eru 3 sterk lið og kannski Denas, Cristo og Jensína Óra liðið, bara við getum held ég með þó nokkru öryggi sagt að þeir komi inn í þetta mót sem liðið til að vinna. Já, allavega ef það verður með búkis þá verður þið hlæjandi núna sko. Já, þú myndir ekkert fá rosalega háan stuður á þá, en aftur á móti við höfum ekki hugmynd. Nei, það bara kannski síðan bara Cristo ekki að passa inn í þessa dýnamík og það gerir það lífið erfitt sko. Þú veist, við vitum bara ekkert hvað gerist. Og svo náttúrulega geti það líka bara verið ef að Denas og Jensína voru eins dominant og þeir voru kannski fyrir það bara við sáum allavega í duos, það var Sigmar var hérna að ná öðru sæti þegar hann var að spila solo. Vish var að ná öðru sæti þegar hann var að spila solo, þannig að þú veist hver veit, sérstaklega þegar placement skipta miklu máli núna, að þá held ég við séum að fara að sjá öðruvísi spilamennsku sem kannski spilar ekki eins mikið inn í þeirra styrkleika. Klálega. Jú, ég samt held að þetta spili inn í þeirra. Það máli. Þegar leiði ég sagði þetta þá var ég bara, já, en hver þeirra styrkleiki? Það að vera alltaf í topp 5. Já, við varum að tala með þeim og nörfa þá. Við gerðum það bara sterkari, sko. Það bara, það virðist vera, sko. En þetta já, þetta verður áhugavert. Já. Þetta verður mjög áhugavert. Og ef við núna eru hvað? Það eru 6 mínútur í leik, það bil. Þannig að við erum svona að fara að undirbúa okkur að fara í fyrstu rútuferðina. Að 0 stig fyrir að fara í rútuna. Við sáum það, sérstaklega tekið fram í grafíkinni. En eins og Fortnite í dag, metan sem við erum búin að sjá mótast núna kannski frá seinni partirum af solos tímabilinu. Þegar við byrjum að fá Void grímurnar inn, við vorum að fá sverðin, það var meira svona mobility heldur en við höfum verið að venjast.
hvernig finnst þér núverandi statusin í leiknum henta fyrir tríós og heldur að við séum að fara að sjá akkurat þessi mismunandi hlutverk, heldur við séum að fara að sjá fjölbreyttari flóru af vopnum, hvað þá ert þú að svona höggva eftir að muni fara að hafa áhrif í þessari tríóskeppni? Ég held að grímun að vera erfiðari í tríós. Það verður miklu erfiðar að hafa samskiptin hvar þú ert að henda þinni grímu. Gæti orðið einhver misöfn þar. En ég held að við séum ekki nógu góðir í að nota svona klassa eins og við tölum um. Já. Þannig ég held að verði bara að menn séu að fara að plúta fyrir sig. Hvernig henda mér best að spila. Og svo læri ég bara inn á liðið mitt hvernig ég held að endi þannig. Þú heldur það? Já. Það sé ekki við höfum bara ekki nógu miklu reynslu í því. Heldur að það breytist eftir því sem líður á þetta tímabil? Já, ég held það nefnilega. Ég held að við höfum bara séð að gert öll tímabil. Að liðin breyta hvernig spila og hvað þið gera. Já. Það sem ég held að það verði raunin sko, að menn séu svolítið að fara að spila fyrir sig allavega í kvöld. Ok. Mögulega að taka svo fund. Já. Ég mæli með því öll liðin ætti að taka fund í hverju einustu viku, þar sem þau tala saman. Bara ekki vera með leikinn eins og opinn, bara andlit við andlit, skilur við, að gera hluti eins og skilgreina sko hvað ákveðin köll þýða, þú veist, hvenær á að hlusta á hann sem að kalla, hver að kalla, hvar það að lenda, hvar á að rótita, hvaða fætum það að leita að og þess áttar. Ég held nefnilega eitt sko sem við erum kannski bara aðeins að tala um sko, þessi long range fætar, ef við ætlum að horfa á þá. Ef við erum ekki að fara að sjá Storm Surge koma inn á þessu tímabili, þá held ég við séum ekki að fara að sjá eins mikið af þessum long range fætum og í rauninni af því að segjum að það séu það eru 150 metrar á milli liðsins míns og liðsins þíns. Þú ert eitthvað að byggja og þú ert að kíkja út eitthvað glugga í bildinniðinu og ég leysir það bara bing, nokkað Aron. Láttu þig dreyma. Og hvað gerist næst? Núna þarf liðið mitt að pússa. Já. En við erum að pússa yfir opin völl. Þannig að við þurfum að eyða materials til þess að loka distansinu eða þá að við teleportum á eða hvað það er. Já. En þegar við mætum þá erum við í 3-2. Þú veist. Já. Það er bæði mikil áhætta þegar við erum að loka bilinu að þeir bara, við geymum bara resana eins og bara editum glugga og leysirum ykkur þegar þeir eru að hlaupa eða þá að þeir geta unnið eða byrjað að taka fellur á móti og þess áttar þegar að bardaginn fer síðan að stað og ef þú pússar ekki strax þá bara pikkaðir hann upp og þetta var tilgangslust. Ég meina hvernig ég myndi persónulega spila það, ég myndi alltaf pússa með 2. Já, og 1 að halda. 1 að halda. Ok. Ég held að verði bara nauðsynlegt í rauninni. Já, af því þetta, mér finnst þetta að vera mjög áhugavert scenario sem við höfum ekki séð, þú veist, í dúos, af því að það er mjög augljóst. Ég held að þetta verði svolítið reglan að það pússa alltaf bara 2 inni og hinn er bara að bögga þá, sko. Og taka veggi. Bara reyna að stoppa restið og eitthvað svona. Bara vera trublandi áhrifskiljur á þá og svo þeir bara komnir. Já. Ég held að það verði svona meira því sem við erum að sjá heldur en að þeir sem fara að pússa á 3. Já, ok, ég get alveg keypt það og mér finnst það, þú veist, mér finnst það áhugavert að sjá hvernig spilar ætla að leysa úr þessu. En þarna er ég akkurat að horfa á, þú veist, ef við endum á þeim stað að það er ekki að fara að koma Storm Surge, það er áhætta, fellur skipta ekki eins miklu máli á placement. Nei. Þú veist, erum við bara að fara að sjá þennan fight gerast yfir höfuð. Og ef við byrjum á því að sjá hann ekki gerast, af því að allir eru bara, við ætlum bara að superpassir og spila bara fyrir placements. Þá erum við líklega að fara að fá Storm Surge, skilur við. Og þá er allt í allir bara, wow, Storm Surge og við erum ekkert búin að spá í því að ná, pikka eitthvað skaða og byggja upp eitthvað Storm Surge í okkar. Þannig að ég er svona spá hvort það gæti gerst jafnvel í fyrsta leik að spilarar séu rosalega mikið bara spila þetta rólegt og svo bara allt í einu og kemur bara Storm Surge og allir bara
fríki út af því að, þú veist, enginn af þessum spilum hefur örugglega spilað með Stormsurge svo allt í einu bara byrjar að taka skaða og þú veist bara eitthvað, hvað á ég að gera? Þú veist, bara hvað og þú veist, og þetta getur bara hleypt öll í uppnám og ef þetta gerist allt í einu 1 frá 10 í einhverjum litlum hring þar sem allir eru bara nágrannar hérna, við konan þá erum við að fara að sjá eitthvað skemmtilegt og við ætlum ekki að bíða mikið lengur með að sjá þetta en já, fyrsti leikur kvöldsins ætti að vera tilbúin og við skulum henda okkur borð í rútuna og sjá fyrsta leikinn hér í Trios í Elko-deildinni. Nei, hann er ennþá að sparka í dekkin. Þeir eru ennþá að sparka í dekkin? Sparka í dekkin, hann þarf að fylla á dísilið og... Já, vantaði rúðu eitthvað? Já. Á rútuna? Já. Stefnuljósavökun. Það má ekki gleyma honum, sko. Ég gerði þetta við vinkonum minn daginn. Það kom eitthvað ljós í mælaborðinu. Sagði náttúrulega bara, já, það skipti stefnljós og eitthvað, það fylla á hann. Hún bara, já, djöfulli maður. Svo fór hún inn á hérna N1. Já. Og svo baði hann allum. Stefnuljósavökun. Svo fæ ég bara, Aron! Hún hefur örugglega fengið skemmtileg viðbrögð frá starfsfólkinu, sko. Já, þetta er náttúrulega bara trikk númer 1 í bókinni, sko. Já, þetta er gott, sko. Þetta er gott. Eins lengi þú ert ekki að segja fólki að vökva tölvuna sína þá þú þarf bara að kæla hana, bara hella smá vatni á hana. Ég þrýr mína alltaf með hérna Sápu. Herru, já, við skulum henda okkur inn í leik akkurat núna, hann er loksins tilbúinn. Flotta intro mitt eyðilagt það. En Já, og þá er komið að því fyrsta umferð leikur númer 1 og við eltum Fjölnismenn hérna niður 53 spilarar á server 18 lið. Allir konum með 1 stig þá. Allir konum með 1 stig, já. Þannig að við kannski sögum hauga lígi, það er rauninni 1 stig fyrir að fara í rútuna. Já. En við sjáum oft, náttúrulega þegar við erum með svona mikinn fjölda af spilurum sem að spila hvern leik fyrir sig. Tentacle Steffen, hann datt þarna niður. Já, lítið allt út sem það. Hann er með 20 sem kom að redda sér. Já, en sem sagt, það er alltaf erfitt að finna sko tíma og dagsetningu þar sem allir eru lausir. Þess vegna sjáum við þennan breytileika í fjöldanum sem er stundum að spila á milli vika. En öll þessi 18 lið ætti að vera með allavega einn fulltrúa. Hérna er Markus Jus, hét áður Markus Drabðig, liðsfélagar hans Siax49 og Theo Stuffy. Ég held að þetta getur verið skemmtilegt lið. Skemmtilegt lið og Stuffy er einmitt hérna frammi í arena að keppa. Ég spjallaði með hann fyrir leik og hann var mjög peppaður fyrir þetta. Hérna sjáum við nýtt lið, Vito Vox og Montreal. Já. Við höfum ekki séð þessa leikmenn áður nema allir hafi ákveðið að breyta nöfn. Ég með við hvað ég bölvaði því að þeir breyta alltaf nöfn aðra hverja viku. Það er ekkert ólíklegt að allir koma inn bara sem aðstandar á. Bara til að hrekja Aron. Já. En við sjáum það, þetta er einmitt það sem gerist þegar við tölum þetta, Aron. Það er lengra á milli staðana þar sem fólk er að lenda. Þannig að spilari er ekki eins mikið ofan í hver öðrum og það þýðir það að við séum að fara að horfa á aðeins rólegri örlíkinn þarna. Fjölnismenn gera vel. Dr. Hákon og Kristó þarna. Straight up ducker. Krist og Dr. Hákon voru náttúrulega dúo. Já. Voru við kannski með eitthvað tóma þvælu að Kristó sé ekkert búin að... Já, þú veist, ég veit það ekki. Mér sýnist allavega að Kristó og Dr. Hákon og Denas vera hérna liðið saman. Það er spurning hvort að Jensína hafi þurft að hætta á síðustu stundu og Dr. Hákon komið í staðinn. Já. En ég held að, þú veist, af öllum sem þú gæti grátið að fá í liðið þá held ég að þú sett ekki að fara að gráta Dr. Hákon að það inn. Nei, alls ekki.
En hérna sjáum við Straight Up Ducker, hann er fallinn, Jóla Kisi og Mozart þarna að spila saman og keppa. Spurning hvort að þetta sé Mozart úr CS. Það væri gaman að sjá það. Það gæti alveg verið, sko. Þeir voru að tala um það á úrslitunum á Rigg að hann hefði mögulega áhuga á að keppa í Fortnite. Okay. Var einn af bestu spilurum landsins á tímabili, þannig að... Var hann í einhver liði? Nei. En Straight Up Ducker, náttúrulega fallinn, Jóla Kisi fallinn núna líka, Séra Lákur finnur hann og það er þá bara Mozart sem að þarf að finna tækifæri til að koma liðsmönnum sínum aftur inn í leikinn. Erfitt hlutur að fara að missa báða svona snemma. En núna erum við líka að fara að sjá það mögulega að við sáum það ekki mikið í dúo þegar við vorum að kampa kortin þeirra. Já. Ég heldur að við sjáum meira af því núna. Sko, við sjáum örgulega meira af því en hvort að það verði einhver forgangur hjá liðum held ég ekki, sko. Það er, ef þú ert dominerandi lið þá er örgulega bara betra fyrir þig í mörgum tilvikum að leyfa þeim að ná rebootinu. Já. Ég sérstaklega á dominerandi lið að það verður bara auka stig aftur í lobby, sko. Já. En hérna er Markus drafðig á móti hvað er Lester fallinn. Cheeky Lester. Duffy og Markus hérna. Hvaða leikmenn er það? Það er Emil sem er þarna á harða spretti í burtu og mér sýnist Emil og Lester vera bara tveir. Þeir leika sér þarna að matnum sínum, kasta ansi mikið á þessum Lester grímu teleportum. En nei, hann er ekki bara einn þarna en það er verið að elta. Já, það er stórt að ná Lester út úr sem bardaga svona snemma. Já, og Markus hérna búinn að gera vel í að svona skera. Þetta er okkar maður með þeim. Ég með þeim! Hann fann sér tríó, maður. Herðu, Aron í hinu Fjölnisliðinu, hann finnur Brimi. En sjáu þið hvað Markus er að gera þetta vel. Hann er að gera þetta erfitt. Ætla samt ekki að taka neina sjensa hérna, hann fyrir strax að hýla sig. En Gunsi B heldur áfram. Þetta er Emil, hann er eftir. Já. Tóku þeir eftir því? Sýnst ekki, jú, að sá hann núna. Ég sá hann núna og núna eru þeir búin að tvístra þeim og það er, þeir hljóta bara að fara að klára. Það er örugglega samskipta öðrunleika því það getur ekki verið að þeir ætla að færa sig hvern annan. Ég meina, þú veist, þeir bara fara að vera búnir með grímurna sína. Já. Strax loksins, það er að stoppa á Emil en Emil teleports í burtu. Þetta er þvílíkur eltingaleikur, mér finnst þess að við eigum að vera með þetta Benny Hill-lagið undir. Vá, Emil rétt svo sleppur að það faldi sig í runnanum en þeir sáu við honum. Þetta er einhver rosalegasti eltingaleikur sem að hefur sést. Emil, hann er hárspreitt frá því að komast í burtu. Markus, hann finnur hann! Emil reyndi að koma sér undan og fela sig í kóninu. En spurning hvort hann næri einu teleport í viðbót, hann er með alla boxinu sínu, Emil er í vesinni og Emil fellur. Loksins. Þetta var alvöru eftirför, Aron. Já, en hvort að það hefði orðið einhverju samskipta öruleika þarna, það getur alla verið að það er ætla að stundra svona. Það myndi halda að það væri ólíklegt, en að sjá allar þessar teleportkúlur hérna rigna yfir kortið. En hvort þeir hafi bara tekið 50-50 annað, við erum sennilega að fara að tapa þessu, einn okkar skal lifa af. Þannig að förum í sig á þeirra. Það er bara mjög líklegt og sérstaklega þetta er bara fyrsta zón, fyrsti hringur hérna sem var að lokast áðan. Þeir voru samt svona lengi í þessum eltingaleika, annar hringur fór á stað. En það er alveg vel gerlegt að fara út í storminn og bjarga liðsfélögum sínum á þessu stíi leiksins. Þannig að kannski bara góð ákvörðun hjá þeim, segja bara, heyrðu Emil, hérna dragð þú athyglinna. Já, ég meina þeir mistu náttúrulega Lester út úr þessum slag bara strax. Já, og ég meina... Það er sem ég líka búið að tala um að menn þurfa bara allan tíma að vera að passa bilið á millið þeirra. Já. Og þarf það geta verið snöggur að koma í aðstofuna. Og maður býst náttúrulega líka við því, sko, eins og núna, þeir eru ekki að fara að kampa þetta kort út í stormi.
skilur við, þannig að alveg gott tækifæri fyrir Gunsa til að koma liðsfélaginu sinum hann tilbaka og Já, hann síndi það í dúos, hann mjög góður í því. Hann mjög góður því Kófer var MVP. marglífasti maðurinn í dúos. MVP. Það bara þannig Dóttir Hákon og Kristó nefndu mér verri runna til að lappa inn í. Úff. Bætum inn í Jensin inni þá ég fæ martraði. Sjáum Gabbi, Sigman og Kristó. Þetta líka ekkert aukvisalið og þeir eru að finna Vító og Vító í vesinni, Vító og Montreal. Montreal fyrst til að falla hérna, það spurning hvernig þeir spila þetta, hvort þeir reyna að koma sér í burtu. Þeir búin að klára einn Vox þarna, komin aðeins lengra frá og mér sýnist svo að hann ætli að reyna bara að sleppa en Vító reyndi að ná sverðinu upp þarna og gera eitthvað skada en þá það Vox 1 á 3 á harðaspretti hérna í burtu. Kristó nýtir sér hverinn og þetta hverasvæði gæti verið risastórt í að hjálpa þeim að ná honum. Vont að lenda 1-3 í því. En þetta er ansi illa veiða nýluðum. Já, það væri, ég myndi nú segja að það ætti að verður saga til næsta bæjar ef hann sleppur úr þessu, nema þeir þá ákveði bara að það er nú samt annan liðan að fela sig að gæti trufla þetta. Og mér sýndist öll að þetta hafi verið Wish einmitt, þannig að þurfu kannski að passa sig aðeins. Það er nú alveg slagur. En þú sér þarna hvað mobilityð, hreyfanleikinn að skipta miklu máli og við erum núna að fara að sjá þriðja hring hreyfast og það eru bara 7 leikmenn fallnir. Það eru 46 eftir. Jesus. Við erum farin í 4. zón. Mósar fellur sjálf á sig. Hann insta kláraðist ekki. Nei, hann kom hann búinn að koma liðsfélunum sínum aftur inn. Það ætti þá að vera hægt að bjarga honum aftur. Við þurfum að finna eitthvað svona íslenskt orð fyrir nokka. Ég mátti að segja fellu og fella í raun og veru ílim sko. Rótaðan. Hann skauta niður, getur sagt það. Það er líka tvíðingarsverð, þá getum við skauta niður í bylgjum. Það er rétt. Við finnum eitthvað til því. Hérna sjáum við Fjölni fyrir að berjast hérna á móti Bjána og Wish. Sem eru mögulega bara 2. Þetta þýðir að þeir eru líka tiltölulega nálægt liði Kristó, Sigmar. En núna ef þú ert Kristó að fela það, þá viltu koma að trufla þetta. Já, við sjáum líka hérna, núna getum við farið að horfa í taktíkina sem þessi spilarar eru að nota þegar þeir eru að berjast. Jólakissi var líka að detta niður, ég skil ekki alveg Jólakissi og Mótsestur saman í liði sko. Er hálka eða? Þeir hljóta að vera í stormi að reyna að koma sér inn. Það getur náttúrulega verið, já. Það bara hlýtur að vera. En Bjáni og Wish þarna búin að koma sér vel fyrir, byggja allt úr járni í kringu sig. Hérna fáum við líka að sjá það að 2 móti 3 alveg vel gerlegt að slást í því. Já, þetta svolítið svona loklokalæs allt í stáli hjá Bjána og Wish akkurat núna en Bjarki reynir þarna að ná einhverju stjórn, ná einhverjum bitum þarna og þarna sjáum við taktíkina. Já. Sjáu þeir kóna allar hringinn í kringum byltiðina þannig að þeir eru með pláss til þess að vinna inn í boxinn og Bjáni og Wish sita svolítið fastir þarna. Og sér líka hvað Fjölnir eru að gera, þeir eru að gera nákvæmlega það sem ég talaði um. Þeir eru sikkur með. Já. En þarna sérðu líka hversu lengi bardagar geta varað og það er lið þarna hinum megin við sjóinn sem að getur blandað sér í þetta. Það tóku bara reset. Já, og ég meina núna eru þeir bara allir, við bara hýlum okkur upp. Bjáni og Wish gera það sama. Heiðalegt. Og vá, mér finnst rosalega gaman að fylgjast með þessum spilurum leysa bara úr þessum aðstæðum. Það er bara þrautraðast á þetta. Já, Jólakissi þarna var að falla í storminum þannig að hlýtur að vera mikið að gera. Vox var að falla og það er þá lið sem er fallið úr leik, annað lið til að falla úr leik. Það er ennþá 43 leikmenn eftir samt sem áður. Bjarki næstu í að ná skotinu þannig en á sama tíma næstu í að taka skaða á móti.
Bjarni og Wish meðvitaður hvað að gerast og þeir vita að það erfitt fyrir Fjölnismenn að brjóta sér leið inn í þessi neðri box. Mér sýnist þörpartíð vera mætt þannig upp í 3. Það nefnilega Séralákur og þú sér það, Bjarki byggði þennan vegg þarna, þetta hot til þess að halda þeim í skjóli frá því. Tekur þarna... Wish nefnilega svo ógeðslega góður í þessu þröngu hotnu. Já. Og sjáu þið bara, Bjarki, hann að gera sitt allra besta til að tryggja það að hans lið eigi eins mikið af bildum í þessu barda og hægt og þarna loksins brjótaði sér í gegn og það Bjáni sem fallinn. En það einn leikmaður eftir það ekki? Jú, Wish ætti að vera það þá. Það sem ég talaði svo mikið með Bjarka Pandu, ég tala að hann er einn svo besti í lobbyinu í bara leikskilning. Já. Já, Wish búinn að hverfa. Wish bara kom sér í burtu. Já. Vel gert, bara frábærlega vel gert að finna tækifæri til þess í öllu þessu kaosi. Það ekki hlaupið að því að lifa þetta af, sko. Ó nei. Það spurning hvort að við getum séð hérna bara kortið, bara mappið hérna í örskamastund svo við getum bara séð hvar allir eru og hversu stór hringurinn Þið sjáu þarna, þetta það sem við erum að tala með plássið sem að hvert lið hefur. Það miklu meira svæði því þetta dreifist ekki eins mikið og ennþá töluverður fjöldi af spilurum eftir þrátt fyrir það að hringurinn sé orðinn þokkalega lítill en næsti hringur, hann minnkar svæðið allt svakalega. Já. Guðnusípi náði Emil aftur. Já. Það eru 42 leikmenn eftir hérna en HK í pullandi vesinni, Sigmar og Ækristó mættir inn í boxið hans. Þegar þeir koma að banka upp að þá fara þeir inn, sko. Já, það svolítið þannig. Og 149 bild, það nóg af efni við og öllu. Þarna Guðnusípi í pullandi vesinni, Ækristó tekur hann strax lágan. Emil þarna að berjast til liðsfélaga Ækristó á neðri hæðinni. Hérna sjáum við loadout sem við höfum ekki séð áður, en það akkurat með SMG. Þannig að það virðist vera að einhvern veginn að spila hlutverkaskiptingu þarna inni. Emil fellur þarna á móti Sigmari, Denas finnur andra NPC, Heiða fellur á móti Dr. Hákon og Sérlák. Þeir eru ekki saman í liði, þannig að Sérlákar hefur stólið fyrir felli. Já, sýnist það. Og já, mér sýnst þetta að vera sameinlegt lið Fylkis og FH þarna niðri. Þeir orðnir vinafélag. Það gæti verið. En Denas allan að leita að öllum færum sem hann getur fundið. Sér hvort það sé eitthvað gott að hafa upp úr. Þessari hrúu að lúti. Það ætlar að fara á einhvern endur nýja bara. Já, og bara það sem skiptir mestu máli hérna að vera með byggingarefni og það nákvæmlega sem við erum að sjá forganginn vera hérna hjá Dena sem fer úr því að vera með 60 builds upp í 140. Og samt meira sér að splitta því sem hann var með áðan að fór niður. Já, til þess að geta gefið liðspilunum sínum líka. En hérna Viktor, Adam, Blaut Amma og Dagur Friðriks eru mættir. Blaut Amma nafn. Það nafn. Þeir sjá Denas, Dr. Hákon og Kristó. Þeir eru þarna alveg á brúninni, hringurinn að fara að hreyfa sig eftir 30 sekúndur þannig að spurning hvort að þeir þurfi ekki bara að fara að drífa sig væri svo sem óráðulegt að fara að enda í einhverjum slagsmálum hérna núna. Mér finnst Lósson vera að taka út Wish, hún voru fyrir ekki liðsfélagar. Þeir voru það. Ekki lengur. Ekki lengur. Sérlákur hérna, fellur samt sem áður. Sigmar nær út FH Stöffi. Það skemmtilegt að menn spila inn í sal. Já, það mjög gaman. Ég var svona að leitast eftir viðbörðum frá Stöffi, sko. Sjáu þið núna fara rótiðin að vera erfið og Lósson reynir að láta lítið fyrir sig fara, fljúandi bara yfir opnum sjónum og á meðan Fjölnir reyna að komast þarna inn í hring. Það heyrist ansi hátt í því þegar að þú ert að synda. Spurning hvort að Lósson viti af Gunnari þarna, sennilega ekki. Gunnar í bullandi vesinni. Einu HP þetta. Voðalega lítið að lífi eftir þarna, hann að reyna að híla sig einhvern veginn upp en Aron mættur á boxið hans.
og þarna Lóson búinn að ná að róta vel. Gunnar NPC fellur þarna, það er á annar lið, fallegur leik, 32 leikmenn eftir. Samínast liðin aftur. Það er svona gliði, Núna vita þeir að þeir eru inn í runnanum og þá tónlega er að fara að byggja og þetta er vandamálið í Trios, Aron. Það er hægt að spreyja niður allt. Ég ætlaði nú að fara að tala að mér sýnst Fjölnir vera að spila þetta nákvæmst og þið tölum að menn ætti að vera að spila. Þeir létu Bjarka vera fyrstan til þess að taka teleportið, til þess að kalla hvort það væri eitthvað vesen. Þetta er bara, þeir eru að spila bara klálega eins og lið. Já, þetta er bara liðisheil sem við... Það er ekki eitthvað bara einstaklingsframlag og finna þarna líka fullt af nýjum mat. Splitta skotum til að tryggja það að allir liðsmenn séu við nóg af því sem þið þurfa. En sjáu þið þetta rotate núna, Aron. Horfðu á öll liðin á kortinu hægra megin. Denas finnur einhvern veginn nokkið og blauta ömmu einhvers staðar. Fríkeipis. Brexi 200 í veseni hérna á móti Sigmari og Ækristó. Emil ennþá lifandi. Guðnars er búinn að vera klókur í þessu. Hann er bara leið og að koma í veseni, þá er hann bara farinn. Já. Eins og að sækja vini sína. Það er þannig. Denas finnur einhvern smá skaða þarna en það er bara að spreyja strax tilbaka en hann ákveður að reyna að loka bilinu. Gæti verið að hann komist í smá vesen þarna. Þarf að híla sig upp, spreyja runnan, veita leikmönnum þar. Þeir halda áfram, þeir vita það að það þýðir ekkert að ætla eitthvað að hvíla sig fyrir utan hring. Þeir vilja ná hæggrátinu, komast þess hátt upp og hægt en þeir þurfa að berjast hérna á móti Séralák, Lóson og Hatt og Fatt til þess að tryggja sig það. Þessir vasslaupbánsar, sprætar, sjúklega verðmætir Trios því að þeir AOE híla liðið. AOE stendur fyrir Area of Effect, þannig að kastar því niður og þú fengið bara strax 150 HP á liðið. Það er rosalegt. Þannig að ég býst við því að allir séu að fara að keyra þetta og mér sýnist það, allavega það sem við höfum síðan að hinga til. En þá byrja leikar. Við erum að fara inn í fyrsta endgameið okkar hérna í Trios og það er ansi, hvað getur sagt, þétt setið endgame hérna og sjáum strax spilar að byrja að tryggja sér ákveðna hæðir. Núna til dæmis Denas og liðspilaðar Gnar þarna með Felli og June Ara. En þarna, brjánbreyka. Eins og þetta, Denas, Hákon og Kristó, þeir hreyfa sig á eftir Lóson, Hatt, Fatt og Séralák til þess að þeir geta endað ofan á. Bara svara því sem þeir gera. Af því ef þeir hefðu farið fyrst, þá enda hinir ofan á. Þannig að þeir eru strax byrjaðir að hugsa það að ætla að ná hæggrátinu og meðan hitliði segir, ok, þá eru við bara leirinn undir hæggrátinu. Og sérðu magnið af spilurum sem eru hérna að tróða sér inn í þennan kring. Það er ekkert ennþá neitt Stormsurge, 23 eftir í 11 liðum. Það þýðir það að meðaltali cirka bát 2 eftir í hverju liði. Þetta er svo ógnvekjandi, hún birtist bara einhvers staðar og við sjáum kúlurnar fljúa, leikmennina rotata og þetta verður eitthvað. Denas, hann byrjar að horfa þarna á, hann kallar á liðið sitt, segir hei, spreyjum þetta box, látum það hafa fyrir þessu. En Fjölnismenn láta ekki neitt bug á sér finna, halda bara inn bildtakanum á móti. Veistu, þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Og það er líka þarna á bakvið Lóson og fleiri búin að koma sér á hina hliðina á þessu fjalli. Þurfa nú að hafa mikið fyrir því að róta þetta núna. Við erum raun og verið bara rétt svo komin í top 10 núna. Við erum rétt komin í top 10 núna, það er rétt. Emil og Gunsi B þarna að reyna að róta þetta. Gunsi, hann bara hoppar af stað. En Denas spáir ekki þessi í honum af því að hann er með hugan settan á það að hitta Fjölnismennina. Markus, hann
teleportan, hann endar í miðju loftinu og sleppur ekki við það að taka skaða frá Denast á og það er augljóst. Þetta lið ætlar að halda hægkaldurinn en það verður að spreyja á niður. Denast grípur það. Vá, ef að Denast er farin framhjá. Ef að Denast er farin framhjá þarna þá eru þeir í vesinni á toppnum. Þeir eru nú með teleport tilbúðan uppi samt sem aður. Já, þetta er samt núna eru mörg lið þarna niðri sem að gætu farið að horfa upp og þið sjáuð áhersluna á hægkaldi. Við tölum þetta þegar við kynntum þetta lið til leiks. Dr. Hákon og Kristó, þeir elska að vera þarna og með Denast í liði. Nú er þessi hæðabreiðing orðið svolítið viðkvæm, ég sá að það var einn veggur sem heldur þeim. Já, þeir eru með golf og kól á þessu öllu og þeir eru með brikk, þannig að þeir ættu að vera svona þokkalega öruggir. En sjáu þið bara hvað þeir fá að spreyja mikið þarna niður. Fjölnismenn í bullandi vesinni og já, þessi hringur, hann er ekkert að fara að stoppa upp úr þessu. Denast reyna að nýta tækifæri til þess að refresha eitthvað en tekur skaða. Fer aftur upp á hæggrátið, Fjölnir Tonka tekur út Gabba. Gabbi þá feldur, það er verið að reyna að spreyja á niður. Þeir þurfa að tengja sig einhvers staðar við. Það er það sem Dr. Hákon er að gera akkurat núna. Hann er að minnka það hversu mikið ofar þeir eru heldur en restina af liðunum. Svo að það sé auðveldara fyrir þá að tengja ef að þess er þörf. Sýnist Fjölnismenn vera búnir. Já, Tonka og Aron er fallir, Þorri fellur þarna og já, ásamt liðspilaði ennþá eftir. Sjá þetta! Wow. Þessi hringur, hann er rosalegur og það er allir ennþá eftir. Sjax reynir að fara upp á hæggrátið en næri ekki. Denast að halda lós og tekur þann skaða á móti og hann fer aftur til vinastina upp á toppnum og núna er Brimir að falla á móti Lexa. Ætlar enginn að taka þetta hæggrát af þeim. Þeir nota sprætinn til þess að hýla sig upp þarna. Lósson fallinn á móti Markus, Sigmar fallinn á móti Mythic. Sigmar með halva blika líka. Markus er fallinn. Og sjáu þið, Denast hann droppaði niður, hann ætlar að fara að berjast. En lendir í vestinni, hann er lokaður inni. Tekur það hatt og fatt. En Séra Lákur svarar, það er enda á Dr. Hákon og Kristó samt á hæggrátinu. Og það er núna hverjir eru eftir Sjax og Mythic. Það er bara Sjax á móti Dr. Hákon. Takk og Lexi. Já, Takk og Lexi, hann er ennþá í sóninu. Takk og Lexi að halda sér á lífi og einhvern veginn mögulega að tryggja liðinu sinu eitthvað. Mér skýnast að mér að hafa það, þeir eru báðir lágir. Hann var næstu því búinn að koma þeim algjörlega í opna skjöldu þarna en það er þá Sjax á móti Dr. Hákon og Kristó. Og það er stórt verk fyrir höndum. Dr. Hákon droppar alla leið niður, gefa Sjax hæggrátið. Og spurning á Sjax einhvern matt, mér skýnist ekki að hann væri hann að byggja en hann reynir, það er samt ekki nóg. Kristó, Dr. Hákon og Denast 13 taka sigurinn í fyrsta leiknum hér í Trios í Elko-deildinni. Denast bara getur ekki hægt að vinna leiki. Það virðist vera. Nei, hann getur það ekki. Sko, hann samt tekur bara ákvörðun þegar það eru 6 lið eftir eða þarna. Bara ég ætla að droppa og fæta. Og það er endingu Kristó og Dr. Hákon sem að sigla þessum leik heim með góðri spilamennsku. Já, hann hefur bara treyst á þá til þess að halda þessu uppi ef skikki gildi að þegar hann droppa niður til þess að fæta gangi ekki eftir. Já. Sem að var síðan raunin. Gott að eiga góða liðsfélaga í þannig aðstæðum. En þetta var leikur númer 1. Við ætlum að taka örstutt hlé, horfum okkar auglýsingar áður en við komum tilbaka, skoðum endursýningarnar og ræðum hvað fór fram í þessum leik. Þið sem heima sitjið ekki hreyf ykkur neitt, við komum aftur rétt strax. Wait, is he switching lanes? Luca, look.
Já, verið velkomin aftur, það er Elko-deildin með ykkur á þessu fallega mánudagskvöldi. Ólafur Hrafn og Aron Fannar hér að fylgja ykkur í gegnum þessa fyrstu leiki í tríós keppninni. Leikur 1 búinn, sigurinn þar, sigur sælasti leikmaður deildarinnar pluss þriðju sigur sælustu leikmennir. Kristó og Dr. Hákon voru náttúrulega tóku leikana í duós. Ég held að Kristó hafi líka tekið leik í sólós, jafnvel 2. Þannig að virkilega sterkt lið, það kannski að koma mikið og óvart að þeir sigla þessum fyrsta leik heim. Nei. En það er kannski ekki svona stærsta, stærstu fréttirnar úr þessum leik. Það var meira bara hvernig leikurinn spilaðist og þess þar. En áður en við förum í það skulum við fá stigatöfluna og tala eins hvernig stigin standa eftir þessa fyrstu umferð. Ég var virkilega ánægður með líka bara Fjölnistrákana. Sama hvernig þeir enduðu ekkert sérstaklega hátt sá ég en 7. sæti. 7. sæti, já, ok. Bara virkilega gott. Og við sjáum þarna eftir fyrsta leikinn 79 stig, Denas Dr. Hákon, Kristó 70 stig, Markus Sjax og Theo Stöffi sem að sitta einmitt hérna frammi. Svo er það Tentakos og Steffen 64 stig, Kristó, Gabbi, Sigmar þar á eftir 52 stig, Mytik, Halli Bliki og Dagur aftur sterkt lið 52 stig, jafnir Kristó og félögum, Séra Lákur, Hattur og Fattur og Lósson hann með 50 stig og þetta er allt eins og við sjáum bara hvernig stigin eru. Þið fengið 79 stig ef á vinnuleik og allt gengur mjög vel að það er nú, hvað getur sagt, það er hérna nóg af stöffi í pottinum fyrir spilara bara til þess að skipta á milli sín, skilur við. Þetta er ekki óyfirstíganlegur munur ennþá. Þannig að við sjáum líka bara hvernig stigin þá eru standa eftir leik 2 aftur og eftir, en allavega Denas, Dr. Hákon og Kristó með snembúið forskot, en við erum hérna með JTN strákana, ekki JTL. Ekki JTL, ok. Af hverju, hver var það sem hét JTL og af hverju? Það var ég. Já. Ég glimti að senda á, og ég verið partur af liði. Já. Og ég rugglaðist bara algjörlega á nafninu. Og ég held að vera JTL, svo var það í raun og veru JTN. Ok. Var það svo ekki, þú veist, ellir stann á allt enn á lyklaborðinu og úpsaði, sko, já. Stendur JTN fyrir eitthvað? Við vitum það ekki. Ekki klárar að því? Nei. Ok. En þá að brugga það. Já, ok, ég skil. Við erum bara starfsmenn. Herru, farið þá línuna og kynnið ykkur. Hvað heitið í alvörunni og hvað er nickið ykkur inn í leiknum? Ég heiti Ásgrímur Sigurpálsson og nicknameið mitt er JTN Pjási. Ok. Já, ég heiti Hávarður Arnar Ívarsson og ég er JTN Habibi. Já. Ég er Guðberg Ólaður Gunnarsson og ég er JTN Goggi. Geggjað. Og er þetta fyrsta Fortnite móti sem þið eru að taka þátt í eða þú veist, hvernig dettið þið inn í þetta tríós? Íslenska? Já. Já, þetta er fyrsta mótarinn sem við tökum þátt í.
á Íslandi? Já. En þið hafið þá verið að hvað? Keppi í Cash Cup eða? Já, bara eitthvað svoleiðis. Já. Bara búin að vera að föndur okkur svona hér og þar saman. Ok. En aldrei svona búin að vera að taka íslensku senina. Skildi. Skildi. Þið tókuð ekki þátt í solos, ekki þátt í duos, voruð þið bara að bíða eftir trios eða? Já, svona eiginlega. Við bara erum bestir 3 saman. Já. Ok. Og spilum bestanni. Ok, hvernig fannst ykkur fyrsti leikurinn fara hjá okkur? Hvað gerðist, hvað enduði, voruð þið sáttir? Við bara vorum ekki með. Við tókum ekki þátt. Já, þið komist ekki inn í leikinn? Nei, við vorum það voru 8 mínútur í leik. Já. Og hann gleymdi að verifæja. Og hann gleymir nafninu, hann gleymir að verifæja hvað. Akkurat þegar klukkan var orðin 12, þá náði hann að verifæja og... Já, ok. En við fáum ykkur inn í næsta leik. Já. Og við hverju eru að búast? Eru að búast við JTN Dub eða? Ekki sko. Ætlaði að ráða við Tinnas og félaga? Það eru sterkir leikmenn sem eru að spila. Það skal ég segja það. Og við skulum bara klára það hér. Ok. En við erum að fara að sína okkur besta. Já. Okay. Við erum að fara að gera svona stúdísu. Já, ég fíla það. Já. Ég meina að það þarf að vera með smá kjark þegar maður er að fara í þessa leiki. Og hvað er þá strattið? Núna skilur placement skipta töluvert miklu meira máli heldur en fellur. Eru það að fara að spila bara passíft? Eru það að fókusa? Eru það að fara að leita eftir einhverjum fætum? Eru það að fara, eru það að fara að reyna að pikka einhverja á rotates? Hvernig verður strattið? Fyrsti leikur aðalega bara er 50-50. Okay. Þá við erum að reyna bara að lesa fyrst úr aðstæðum og sjá hvernig aðrir vilja spila þetta. Við sáum að þetta var svolítið aggressív núna í fyrsta leiknum. En kannski fer það að vera aðeins svona lausara þegar lengra kemur. Skilji. Nei. Þetta var alltaf bara, þetta var skemmtilegu leikur. Við sáum þetta var mjög intense endgame og ef við hugsum leikinn frá bara, early game, mid game, endgame, hvar eru styrkleikar ykkar? Eru þið að horfa á, þið eru bestir í endgame eða hvar eru þið að horfa á svona að gera ykkar moves? Sko, mér finnst allavega okkar lið vera mjög sterkt í endgame. Ef við erum allir saman á lífi og við erum með alveg ágætt stuff, þá finnst ég að við getum alveg tekið góða sjensa og bara tekið í gegn endgame. Okay. Og early game og mid game, við erum líka alveg ágættir í því og við erum búin að vera að æfa okkur núna einu sinni. Já. Já, svo líka við erum mest að spá í lútin okkar. Já. Hvað við erum með, hvað er best að hafa fyrir endgame. Okay. Og við vitum hvað við þurfum að hafa. Já. Og við förum bara að leita því bara strax. Ok, og ég ætlaði akkurat að spyrja ykkur út í það. Eru þið með einhverja svona hlutverkaskiptingu ykkar á milli? Eru þið með einhvern sem er að runna AR, einhvern sem er að runna SMG? Hvernig skiptast þau hlutverk? Hann er in-game leader. Já. Og hann er bara með sitt besta lút. Já. Sem hann er bara best með. Ok. Og við erum bara allir þannig. Hvað er ég? Fraggerinn. Ég er fragger. Já. Og þú ert bandbrjálaður að hlaupa eftir öllum bara. Já, ég skilji. Og hann er support, þannig ef hann þarf að híla sig eða eitthvað svona, þá tekur hann við að tarpa og fara í zóni betur og svona. Ok, geggjað. Ég er ánægður með þetta sko, af því að við vorum að tala um það fyrir fyrsta leik, að það er ekkert endilega allir, með hlutverkaskiptinguna á hreinu og töluðu það að vera bara gott að liðmynda okkar að setjast niður og taka þennan fund, af því að það er svo óþægilegt í þessu kaosi ef það er ekki skýrt hver á að gera. Já. Allt í einu bara er enginn að tönnela inn og þau festist í rugli. Við sáum það líka bara aðeins með fjölnistrákana að þeir komum svona langt á liðsheildinni einni sko. Já. Að þeir spiluðu bara sína styrkleika hver og einn og voru bara með sitt hlutverk, fylgdu því bara allan leikinni. En sjúklega gott að fá okkur JTN strákar, ég óska ykkur góðs gengis í leiknum og bara, gangi ykkur vel. Ég hlakka til að sjá og öskra vonandi einhver highlight plays á eftir. Þannig að ég skal bara taka mækinn og leyfa ykkur að fara. Takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel strákar. Takk fyrir. Þetta voru JTN strákarnir, þeir eru að spila hérna á Arena og það er þetta er alvöru stemmingslið. Þeir eru búin að henda sér í VIP-herbyggi, allir að spila hlið við hlið, byrjaðir að æfa sig með hlutverkaskiptingu og veistu hvað, mér finnst gaman að sjá þetta, Aron. Geðveikt. Þetta er geggjað.
þú veist, þetta bara, þeir eru aldrei búin að taka þátt inn í íslensku móti, búin að vera í Cash Cup, svona greinilega að spila saman í þokkalega langan tíma, búin að tala sér saman, setja upp strategíur, eru mættir í íslensku deildina og eru skýrt merki vöxtinn hérna í Fortnite samfélaginu á Íslandi og já, vöxtur sem að þið öll að sjálfsögðu eru að taka þátt í með því að stilla inn, horfa, hvetja áfram ykkar bestu spilara og við hlökkum áfram til áframhaldandi vaxtar. Klálega. Það bara þannig. Það væri skemmtilegt plottvist ef þið myndir sem að breyta því í JTL. Já, það væri gott plottvist. En áður en við förum að henda okkur inn í leik nummer 2 og skulum við fá replays úr leik nummer 1 hérna en það fer þá að styttast í leik nummer 2 myndi ég halda. Við byrjum hérna að fylgjast með Aroni frá Fjölni. Skiptum hérna yfir, þarna var Dr. Hákon straight up dökker að lenda í vesinni snemma, Mozart lifið þetta af og kom liðinu sinu aftur inn en það var fyrir utan Storm. Þetta var endurinn á einhverjum rosalegasta eltingaleik. Þetta var svona skemmtilega ákvörðun á þessu liði að splitta svona strax. Já. Ég meina Gunsti B kom þeim aftur inn og Emil var bara í topp 5. Skilur við? Já, klálega þetta var skemmtilega ákvörðun. Ákvörðun kom mér á óvart hins vegar en kom þeim inn í bara topp 10 mótum. Þannig að Ækristó, þeir fundu þarna Montreal og félaga og Montreal nætt góðu skotið þarna á Ækristó, það bara ekki nóg því miður. Þetta var góður bardagi þarna, Wish og Bjáni í mikilli sjálfheldu en Wish gerir rosalega vel að nýta akkurat þetta tækifæri til þess að koma sér í burtu. Og svo er líka bara með Wish og Bjarka, þeir eru svo báðir rosalega góðir sem þröngu hotnum, sem þröngu línum við búa til. Þannig að það var skemmtileg slagur að fá þá báða. Algjörlega. Að reyna að finna hana. Ég finnst afsökunar sko ef hósti minn heyrist eitthvað í gegn það bara, ég vildi frekar koma hérna hás heldur en að missa á annari útsendingu. Það bara þannig. Fjölnismenn þarna í bardaganum, Gunnar NBC var gripinn svolítið þarna, hann var akkurat að grípa gríminu og ætlaði að fara að teleporta sig í burtu. Hérna eru við komnir inn í endgameið, Denas, Kristó og Dr. Hákon búin að halda highgroundinu tiltölulega afgerandi í þessu og þarna fer Denas, lætur finna fyrir sér en er næstu því tekið niður hann að hatt og fatt en sér að lákur sem að lokaði hann inn í storminu. Já, og hann líka bara, ég ætla að treysta á liðsfélaga mína, ég ætla að fara niður hann að fá nokkra fellur, fá nokkur eitthvað stig. Og hérna, þetta frá Taco Lexa, hann er næstum því búinn að algjörlega koma þeim á óvart þarna uppi og ef hann hefði, sko, bara tímasetningin... Ég held án gríns, ef hann hefði bara verið þarna, hann hefði unnið þetta. Hann hefði mögulega lent í öðru sæti, en ég líka hugsað bara, þú veist, ef hann teleportið því þarna, sko, 2 sekúndur setna, þá eru þið báðir byrjaðar að fókusa á Sjax og þá gætu þið bara verið í vesinni, skilur við, af því að kaosið sem þú getur hleypt inn í þetta ef þú ert Lexi þarna þegar þú ert alltaf mættur bara á þá 2 á highgroundinu þeir voru báðir lágir, ein góð pumpa nokkar annan þeirra, þá ertu komið 1 á 1 á 1 og það sem endaði síðan á að gera það er Sjax nær að vinna highgroundið tilbaka, þeir droppa niður og segja ok, þá tökum við bara lowgroundið, við erum 2 á 1 en ef þú ert 1 á 1 í þeirri stöðu, þá spilast það alltaf öðruvísi og ótrúlegt að við sjáum þannig sko næstum því einn leikmann eftir í einu lið algjörlega kollvarpa sko úrslita stundinni þannig að sýnir það að það þarf alltaf að vera með varan á í gegnum þessa tríósleiki. Það er auðvitað komið inn bara sem eitthvað ákveð bara wildcard inn í slægin sko. Án gríns, þú veist, og bara mjög sniðugt og mjög greinilega skilur þetta sem Bjarki Panda gerði einmitt í solos, mikið. Já. Það var mikið að vera bara í sóninu þangað til að ég ætla að koma inn núna. Ef þú ert með hérna þessa Sprite gæja, skilur og ef þú hendir bara 3 niður, þá erst að hýla sko 30 sekúndur. Já. Þannig að, þú veist, getan fyrir heilt lið til að vera í storminu meiri sér svona seint inn í leiknum er massíf. En við ætlum ekki að bíða mikið lengur hérna eftir leik nummer 2. Við skulum henda okkur í hann. Það eru spilarnir tilbúnir, rútan er tilbúin og við skulum fara hérna inn í leik nummer 2 í tríós í Elko-deildinni akkurat núna. Ég ætlaði nú að fara að segja það við fæum að missa af intróna.
Hörðu? Hann hoppaði beint í lobbyið. Já. Lobby. Já, þarna... Nei, þarna þetta... Við byrjum á Heiðu. Staðfest, stelpa að keppa í dildinni, eða? Ekki svo ég veit, en ég vona það einlega. Það væri risa stórt. Það gerðist einmitt núna daginn að lið, ég held að heiti Eternal Fire eða eitthvað. Það var allavega eitt lið í Counter-Strike sem var að keppa á IEM Katowice, það var kvennalið. Aha, já, okay. Þær fóru langliðina að vinna bara gott lið í Best of 3 seríu og þannig að sko, það er ekkert mikið lengur heldur en kannski svona næstu 2-3 árin sem að við munum sjá stráka heimsins sitja svolítið að sviðinu í rafíþróttum en stelpunnar eru svolítið að mæta inn bandbrjálaða núna sko. Já, við tökum þínar bara fagnandi. Já, það eru búin að hafa þessi sko 10-15 ár frá því að töluleikir fóru að ryðja sér til rúms í megin strömmnum til þess að hætta skamma sín fyrir að elska töluleiki og byrja bara að pússa og ég fagna því innilega að við séum að fara að sjá svona meiri keppni, fleiri keppni. Svo núna vonandi, ég vona innilega Heiða sé hver mann spilari og þá vonandi verður hún bara andlið þeirra til að koma fleiri. Já. Kristó þannig að far mann upp materials, komið með svona grunninn af því sem þú þarft. Hann er með assault rifle, hann er með haglabyssu, hann er með sverðið fyrir smá mobility og 2 mismunandi tegundir af skjöldum. Kristó á svipuðum stað. Vill sennilega skipta þessum sárabindum út fyrir eitthvað aðeins betra. Það er gott að eiga plástur. Gott að eiga góðan plástur, það er rétt. Það sá hann minis, ætla sér að fara og ná í þær. Þannig að góða. Það er skrítið sko í tríó, menn fá bara svona POI bara út af fyrir sig. Já, það er náttúrulega bara mjög erfitt að berjast 3-3 svona snemma. Já. Það er svo rosalega mikill breytileiki í því hvernig sá bardaði getur farið að það er ekki þess virði. Það er bara svo eitt lið, hvert lið sé bara með sitt POI og þeir eiga það bara. Já. Það var eins og einhver heiðamanns samningur á milli fyrir bót. Og á þetta, þetta leið á þetta. Sjáum við akkurat Seaport City. Og ef þið sjáu til dæmis leikmenn núna eru í auknum mæli með splashes í loadoutinu sínu og það er út af því að þú færð meira verðmæti úr splashes þegar þú ert með fleiri í liðinu einu. Já, ég meina hver er bara 60 HP. Já, þú veist, í staðin fyrir 20 eða 40 ef þú væri 1 eða 2 af því að það sem gerist þegar þú hendir svo jörðina þá er allir sem eru innan ákveðins radíus fá 20 skjöld eða 20 líf þannig að ef þú ert með 18 svona í liðinu þínu að þá getur þú hent niður frekar mikið af lífi á mjög stuttum tíma. Gæti verið spennandi að sjá hvort einhver takir það með sér inn í sónu eða eftir. Já, ég gerir bara ráð fyrir því að það séu flestir einhverstað þar en hérna sjáum við Markus, hann er að koma hérna inn í Flooded Frogs og þar er Emil og Lester meðal annars að bíða eftir Markusi. Þá er spurning hvort þessi búinn að læra fyrir mér. Já! Markus strax tekinn lár þarna. Já, ég er ekki velkominn hér. Nei, Emil, Lester og Kunsi B strax komnir hérna í ákveðin barda Gnarr að nokka Wish, klárar Wish þarna. Þannig að við erum strax á að læsta fyrir mistökum að við erum ekki með svona rosalega bil á milli sín. Já, sjáðu þið, Lester, hann er að loka fjarlæðinni, hann er aðeins að skila sig frá liðinu og það er núna Stöffi sem að er undir honum. Markus, hann teleportar sig hérna upp og er komin á boxið hjá Lester. Lester samt með geggjuðu skoti! Markus tekið niður 150 skaði þarna í einu skoti frá Lester. En bardaginn heldur áfram.
Siaks tekinn lár þarna. Hann búinn að missa allan skjöld en Lester nokkaður á móti. Marcus droppar niður en hann krakkaður, hann bara 50 líf. Þeir að reyna að klára Lester, ná að klára hann. Lester fekk einhvern í bakið, Siaks kom. Já, þeir splittuðu þarna vel og einangruðu hann og núna það Kunsi B og Emil sem þurfa annarkvort að fara á berjastirna 2 á 3 eða bíða eftir tækifærinu til þess að endurheimta kortið hjá félaga sínum. Þetta einmitt spurning líka samskipti. Ég held að Lester sé kannski aðeins of aggressífur til þess að... Hann náttúrulega aggressívasti bara spilarinn á Ísland. Já, og fær frekar hlétræga spilara með sér í lið. Þannig ég talaði mikið það í dúr, það væri ekki allan tíma bara Emil, má ég? Emil, má ég, please? Já. Og ég held að það sé ekki ná að halda í tauman á hann. Nei, og núna þá þeir að reyna að finna bara einhverja línur til þess að koma einhverjum skaða niður tilbaka. En það alveg erfitt verkefni. Sér þarna skóurinn veitir gott skjól. Því Steffi gerir vel líka, hann brýtur ekki tréð, lætur ekki vita að þessi komnir út. En Marcus þeir ættu náttúrulega að vera að heyra í Emil alltaf þegar hann hreyfir sig þarna. Þannig að þeir vita að hann þarna einhvers staðar. En Siaks tekur smá skaða. Það getur ekki alveg að sér það. Þá spurning hvort að við sjáum þá fara bara aggressíft aftur inn. Emil aðtöða hvort einhver sé að fara að koma upp til hans. Þeir náttúrulega ekki alveg inni. Steffi samt tekinn lár. Núna veit ég ekki hvert Emil fór. Þetta var rosalega langt teleport. Hann var greinilega bara undirbúið þetta vel. En eins og ég segi, þið þurfum að finna einhverja leið til þess að ná að segja bara Lester hæll. Já. Sigmar hérna að skjóta á Fjölnis liðið. Svona 2 að klára, það ekki 1 lið fallið. Það eru 2 leikmenn fallnir. Þetta það sem ég bjóst svolítið við að myndi gerast. Spilarar lenti í aðstæðum í leik nr. 1 sem að eftir leikinn og sögðu þeir við viljum ekki lenda í þessum aðstæðum aftur. Og núna eru þeir að forðast þær. Hringurinn líka aðeins meira miðsvæðis núna. Já. Meira land til þess að vera á. Já, og líka bara ekki, það ekki búið að þvinga eins mörg lið til að hreyfa sig. Það í rauninni, þá það bara þetta push sem við höfum séð inn í Flooded Frogs. Það svona eina aggressíva, já, það eina liðið sem búið að fara og leita fight hingað til, sem við erum búin að sjá allavega. Fundu fellu því. Já, hana kemur rotatið frá Denansi, Dóttar Hákonni og Kristó. Þeir ætla að halda sér hátt uppi. Þeir eru svolítið gjarnir á það að vera hátt uppi en hérna Taco Lexi, hann með Gnar og Steffen og það einmitt ástæðan fyrir að Gnar, Steffen og Taco Lexi voru svona hátt uppi á stiga skorbortinu. Það var bara út af því sem Lexi náði að gera. Þeir fella hana, blauta ömmu, Viktor Adam, Biggi Sigur. Hann felltur líka ásamt Degi Friðriks og þá kveðjum við eina liðið sem hefur fallið hingað til. Núna sérðu við, fleiri spilarar á hreyfingu, fleiri spilarar byrjaðar að falla. Það að koma að því að uppbyrjum. Þarna fellur Fylkir Rúnar og Fishing Trout. Það Marcus og Siaks aftur. Það svolítið árásargjarnt lið. Já. Því og Steffi, Siaks og Marcus. Hérna, 2 lið aftur, hittast á förnum vegi. Séralakur komin í massíft vesen þarna. Hann þarf að henda niður sprætinum. Kastur og Baktur líka í braslið. Jep. Lósson, hann nokkaður. Þetta náttúrulega, Gnar og liðsfélagar. Steffen
það bara hattur og fattur og Séralokur sem hérna eftir. Séralokur byrjar að missa smá skjöld, reynir að koma sér í burtu, hattur og fattur, það eitt stykki Gnar mættur inn í boxin og hattur og fattur fellur. En það bara Séralokur, þá hefst eltingaleikurinn. Og Lexi næstum því gripinn þarna. Það klukkuvert hann. Já, Séralokur gerði vel, keypti sér mögulega smá tíma. Þeir veit ekki nákvæmlega hvert hann farið. Hann að Prime aðstöð látið sig hverfa sko. Það sá hann. Það sá hann núna. Hann að reyna, ég held að hann sé að reyna að leita þessu tækifæri til þess að refsa þeim fyrir að elta. Sem að mér finnst mjög áhugavert. Lexi hérna lendir bara ofan á honum og þeir eru komnir á boxið og það Séralokur 1 á móti 3, þetta verður erfitt, eiginlega ókærlegt og Lexi klárar þetta með stæl. Gnar strax komið 5 fellur. Það 7 á hildina strax. Það rosalegt sko. Þeir eru með 7 fellur. Það eru 9 fallir. Það eru 9 fallir. Manstu, ég var að segja að Sjax og Markus og Tíu og Stöffi eru aggressífir. Nei. Mér sýnist Lex, Gnar og Steffen ekki ætla að lúta fyrir neinum. Nei. Gnar hefur verið þekktur fyrir það líka, vera mjög aggressífur og kannski bara komið við litur. Ég bara ógeðslega ánægður með Steffen. Mér finnst Steffen hafa vaxið rosalega mikið sem spilari yfir síðustu 2 tímabil. Og ég heldur séu líka svolítið að sjá bara hvern einasta spilara stíga það mikið upp og vaksa það mikið að við náum rosa lítið að halda utan á það sko. Já. Hérna Frost, Kári og Nökkvi. Þeir eru í smá vesinni. Nökkvi, hann fallinn. Frost að reyna að bakka upp vin sinn. Markus klárar hann, Frost núna í vesinni, hann felldur. En Vox, þú þarft eiginlega bara að skilja vinnin eftir, akkurat núna, það gefst voða lítið tækifæri. Nei, herðu, þetta ekki einu svona vinnur hans. Nei. Þarna eru held ég 3 lið að fæta. Þetta svo nýliðan held ég taka sín fyrstu stig. Já. Sigmar hérna og þetta eru, já, ég mætast Stálinn stinn. Kristó og Sjax, þeir mætast Gabbi hérna, finna Sjax og taka hann út en liðsfélagar hans ennþá á lífi. Þetta sem ég að tala það allt of mikið bil frá honum og liðan hans. Já. Geta bara ekki komið í aðstofuna. Þolinmæði og samheldni. Það eru lykilorð hér. Þá eru eyjurnar komnar, það eitthvað lið að taka bossan. Það Lester og félagar. Það annan lið þarna undir, Mozart og þeir. Mythic, Halli Bliki og Dagur hérna. Það er kvíslað á komsjáðum akkurat núna. Þeir eru að láta fara svo lítið fyrir sér. En Sigmar og þeir eru mættir upp hérna. Hér má hafa læti. Yes, og Lester, býtu, hann veit ekkert af þeim, hann býtu hvað að gerast? Sigmar fær frítt skotað á Lester og núna þurfa þeir að fara að finna ákveða hvað þeir ætla að gera, ætla þeir að koma sér í burtu eða hvað, ætla þeir að gefa þennan boss eftir. Lester, hann nokkaður, hann kláraður. Hann að byrjast í MVP. Og já, þeir eru að reyna að klára hann að boss eins og satt og þau geta klára hann á brúninni og hluti á lútinu dettur niður og það gæti verið bara gjöf fyrir Gunsta B. Svona skemmtileg taktík að láta annar lið gera alla forvirruna, koma svo bara klára. Ég meina sko Gunsti getur verið að kampa þetta en þeir sjá hann, ok. Nú það Gunsti þá bara koma sér í burtu. Það verður erfitt, Örn Sigmar á hælunum. Hvað er Emil? Emil, hann hlýtur að bara vera farinn sko. Gunsti B, hann lendir þarna, veitar ekki af Sigmari. Það er bara eins og liðið sé ekki með visualize sound effects á. Hann í vesinni. Sigmar, þetta er bara eins og þessi að spila Duck Hunt hérna í gamla daga. 1 stykki fljúandi Gunsti B.
Það er svo leirtúfa hérna. Annað lið hana. Það gæti verið gott fyrir Gunsa ef eitthvað er. Já. Sigmar nær honum núna, já hann nær honum. Hann er bara nokkaður það því að Emil hefur komist undan. Já. En núna erum við komin í zone 5. Það er hægt að vera hérna þægilegt að vera í zóninu þegar þú ert í zone 5. Það var að lið þarna bara að bíða. Halli Bliki, fellur steina. Hitt Fjölnisliði. Twinkle Terrace, hérna. Sigmar, Ækrist og Gabbi búin að vera duglegir í þessu. Ég sá ekki hvort að þeir hafi náð medalíunni. Það sýndi Jú, hana. Sigmar fær hana. Þessi medalía, hún er ekkert eðlilega góð. Bara... Eiginlega bara hakk, sko. Sko, þú ert svo ósýnilegur þegar þú ert ósýnilegur í þessu. Maður samt sé svona ákveðnar útlínur. Það er svolítið erfitt að spotta þær þegar það er svona mikið í gangi eins og í endgameinu, sko. Já. Og það, þú veist, bara ef þú spilar það rétt, þá getur þú hlaupið svo hratt. Þú getur hreyft þig svo mikið. Og það er svo erfitt að vita nákvæmlega hvar þú ert. Að þetta er bara, ef það er einhver hlutur í leiknum sem er að fara að leyfa þér að taka 1 á móti 3 bardaga, þá er það þessi medalía. Já, klálega. Það er bara þannig. En þeir eru komnir inn í hring en eru samt að, fá á sig einhver skot. Þetta er staður sem við viljum sjá. Við þetta. Þeir eru 3 inn í runna þarna, bara bíða og vona að enginn skjóti. Mozart, Jólakissi og Straight Up Ducker, þeir eru ennþá allir á lífi í þetta skipti. Koma sér þarna inn í hringin, en sjáðu, 7. hringurinn er að lokast núna, Aron, og það er 40 leikmenn eftir. Já. Þetta er meira en var áðan. Töluvert, voru við ekki bara í 30 núna? Jú. Þetta er svona slagur sem mér langar í, sko. Það er allavega, held ég örugt að segja að ég held þeir viti af hvor öðrum á þessum tímpúti. Það eru nýliðarnir hana fyrir ofan á að hóta þessu. Það eru 42 eftir, það var einhver að klára reboot, sko. Ætli það hefur verið Emil. Ég held að við séum hættulega nálagt Stormsurge núna. Já. Mér langar eiginlega bara, hei, bannað að skjóta í smástund, strókar. Leyfið Stormsurge'un að koma. Brjáttbreki og Herrit Ytturþóðar. Brjáttbreki, hann er felldur og hans liðsfélagar eru í þessinni núna, þurfa bara að koma sér í burtu. Helgi Rafael, hann er boksaður inn með Denasinn í boksinu, hann er fallinn. Það er ekki góð status að vera á. June Ara, síðasti leikmaður eftir í þessu liði, fellur líka. Það er ansi erfitt að róta þetta beint inn í Denas, Kristó og Dr. Hákon, en sjáu þið samt lífið hjá þeim. Dr. Hákon og Kristó mistu báðir skildina sína, þannig að... Náðu allavega að svara eitthvað fyrir sig, sko. Já. En það eru til verri lið til að mæta, óvænt. Það eru til betri lið til að mæta. Þess að sagt, það er betra að mæta öðrum lið. Já, ég er að segja, það eru... Já. Skilgátt við. Þorri hérna í vesinni, hann er beltur, það er Dena sem er mættur inn í boxi og honum. Tonka, Aron og Bjarki, þeir eru að vera að spreyja þetta niður af Vox, Vito og Montreal. Ég held að þetta sé lið sem eru alveg top 3 contender, sko. Samanlega. Ef þeir spila rétt, þannig að sjáu þið bara, sko, pressuna sem hægt er að setja. Ó nei, þeir þurfa að vera að bilda, sko, 2 legin til þess að halda sér örugum. Og núna kemur rotatið inn á milli svona 5 liða. Já, og hann þarf bara að vona að Dio Stubby sé ekki fara að taka skot þarna. Aron boksa sig upp, teleportar aftur, ætti að vera kominn til Bjarka. En leið og hann lendir, að þá er það Mozart, Jólakissi og Straight Up Ducker sem að byrja að skjóta á fullu. Hún er líka virkilega hættur, það tók virkilega mikla áhættu að teleporta sig inn í opið svæði. Já. 37 leikmenn eftir og núna er hringurinn að lokast. Þið sjáuð hvað hann er að minnka mikið. Þetta verður kaos. Við erum að sjá Hendkimi byrja hérna fyrr heldur en við höfum nokkurn fyrir séð það áður. Og þetta spraydown frá 3 hugskotabissum er erfitt að díla við Bjáni og Vissi bullandi vesinni. Þeir báðir eru að halda þessu.
og þetta brennir margt. Ekkert eðlilega hratt. Við þetta með að vera búið með þau líka. Já, og Bjáni þarna, hann fellur, Wish, hann næri að sleppa aðeins til hliðar og þá kemur rotate hérna hjá Marcus Siax. Úff maður, þetta rosalegt hérna. Ég var til að sjá einmitt svona bara yfirview. Ég vil bara, please, gefðu mig bara launchpads aftur inn í leik. Þú veist, það eru betri rotate heldur en þessi teleport að mörgu leiti og ég bara væri til í að sjá það, þú veist. Ég mingur bara Epic að hlusta. Já, bara please, settu launchpad aftur inn í leik. Ég vil hafa náð báðum inn aftur. Já, hann gerði það. Wish þarna í vesinni, Bjarki rétt að komast inn. En Aron og Tonka eru þarna að taka pressu frá Mozart, Straight Up Ducker og líka iCristo og Gabba. Það verður að spreyja þá frá tveimur hliðum. Vísur nú bara lið 13 að spreyja þá akkurat núna. En í svona aðstöðum þá þarftu bara að beila. Og þeir rótita bæði lið þarna til vinstri, lendilega ofan okkur öðru. Og Sigmar, iCristo og Gabbi að ákveða að rótita svona tiltölulega seint. Þeim gæti verið refsað, nei, þeir eru með innstaparturinn á hringnum algjörlega frítt hérna. Áhugavert að þeir séu ekki bara komnir upp. Já, það fer að koma að því, myndi ég halda. Zone númer 8 að fara að myndast hérna. Það eru 28 leikmenn ennþá eftir. 2 voru að falla hérna. Jólakissi og Fjölnir Aron. 26 leikmenn. Og rotatein eru byrjuð á fullu og þetta erfiður staður fyrir þetta endgame zone. Það ekki mikið náttúrulegt cover. Leikmenn þurfa að hafa sig alla við að byggja hér. Bjarki Panda, hann fellur. Gunsi B, hann knockaður. iCristo klárar Gunsa B þarna. En Emil ennþá á lífi úr því liði. Gabbi, hann rotatar inn. Tekur pressu þarna frá Denasi. Takk og Lexi finnur fylgir. Og þarna kemur highgroundið. Þannig hefur við líka sjá svona byrjun að skrifa það sem ég var að tala um, tunneling. Já. Hvort það séu örugglega einn sem að byggja þetta allt saman og hinn bara að... iCristo tekur út Fjölnir steppa. Og þetta nefnilega nákvæmlega málið. Núna ættum við að fara að sjá þessi tunnels, þessi göng myndast. Það sem hægt sérstaklega fyrir þá sem eru með mikið af materials. Fylkir Rúnar fellur þarna á móti Theo Stuffy. Gabbi mjög lár fyrir þetta rotate. Sigmar tekur smá skaða þarna frá Denasi. Denas, Denas var ekki með fullkomna línu þarna. Missir af tækifærinu og það núna, sýnst mér, smá barátta highground. Sýnist það. Marcus kominn þarna upp. Marcus svona bara einn í þessari baráttu. Það ekki líklegt til árangurs, ekki á móti þessum leikmönnum. Það var bara hægðarlega sagt gert að lifa það af, sko. Komið eftir niður. Algjörlega Marcus. Beint inn í Mythic. Já, Marcus fellur þarna 20 leikmenn eftir Fishing Trout og Brexi. Gera gott mót hérna. Komnir djúpt inn í endgameið. En það þetta high ground. Það erfitt að díla við að það allir aðrir fastir þarna niðri. Þeir sitja bara uppi og horfa á. Já, og líka bara, það svo erfitt að því allir hinir eru fastir ofan í einhverju hólu. Það þurfa allir að vinna sig upp þarna. Sérðu, þetta að búa til svona choke point. Þar sem allir eru bara eins og þeir séu í einhverju trekk. En það bara fallið. Sjáðu þarna niðri vinstra megin. Sjáðu alla, þeir standa allir bara saman og eru fastir fyrir utan hringinn, það kemst ekki inn. En Tentacle Steffen, hann að reyna að halda sér á lífi þarna fyrir utan hring. Teleportar inn núna seint. Gnar í sama leik. Sigmar, hann fallinn, það Lexi sem tekur hann. En þessi leikmenn á highgroundinu, þeir eru ennþá í góðum málum og það bara hlýtur að vera, einhver þurfa að fara að skora á það. Kristó tekur iCristo þarna með hjálp Stormsins og þakka á Lexi með Denas í bakkinn á sér þarna. Mozart núna fallinn, það eru 4 lið eftir 10 leikmenn. Halli Bliki, hann að fá pressu á sig þarna. En Dagur líka ennþá með honum, Theo Stuffy þarna.
það næstu eins og bara allur hringurinn þurfa að taka ákvörðun að bara, hei, fókusum á high groundið maður. Halli Bliki og Dagur að fá pressu þarna að ofan og aftur þá smá brekka sem að leikmenn þurfa að vinna sig upp og það alltaf erfitt að vera á low groundi þegar það gerist. Sérstaklega það kemur svona hóll inn í endgame. Kristó tekur út Tíó Stöffi. Það þá 1 lið sem fallið út, 8 leikmenn eftir, 3 lið, Dr. Hákon, hann nokkar Lexa, klárar hann. Og Steffen, hann fastur hann í storminum. Virðist alltaf komast úr því eða hvað. Dagur, Halli Bliki, Steffen, hann bara að metta. Sjá hvað hann kemst langt í storminum, spurning hvað hann á mikið af híli. Hann að halda sér á lífi, hægt og rólega. Hann að lauma sér upp til þeirra. Já, spurning hvort hann komist alla leið inn. Nei, hann fellur í storminum, Steffen, hann fallinn. 2 lið eftir, það eru Ára á móti, já, hvað þetta ekki fjórliðslið það? Nei. Þeir ákvað að fara upp á hæggráttinn, skora á hann, Denasnir, detta niður. En það bara Dagur sem 1 eftir, nei, Halli Bliki, hann bara að nokka hann, þetta bara Halli Bliki á móti einum, nei, Kristó ennþá á lífi. Halli Bliki á móti Kristó. Og Halli Bliki komin út, en það Kristó sem hittir skotinu. Halli Bliki fastur út í storminum og það Kristó sem að tryggir back to back sigra fyrir Ára. Og þetta var 1 á 1. Já, fengum að segja það loksins, þeir get ekki hætt. Úff, maður. Sko, þeir verða hætt að fá að komast upp með þetta. Það bara, allir sem að spila að fara að taka sama liðsbundin í vikunni. Þeir að fara að vera svona, herri, sko, eitt sem við getum ekki bara leyft að gerast alltaf. Nei, þetta bara ekki hægt. Það að Denas, Kristó og Dr. Hákon taka ekki high groundið og bara rain death from above. Í einhverja 3-4 hringi í hverjum leik. Fá líka bara vera hann uppi og horfa á kaosi. Ángríns. Og bara þvílíkt óþægilegar aðstæður sem að myndust þarna, þar sem allir fóru bara eins og þeir væru í bara í einhverju svona funneli, skilurðu, þú veist, það fóru bara allir í gegnum sömu bill til að komast upp í svona hólu og það stóðu bara einhverju 8 manns að skjóta úr haglabissum að það í einhverja 20 sekúndur. Þetta var alveg þvílíkt. Og þeir stóðu alltaf að planna yfir bara á. Já, þeir voru bara fylgjast með, gæjast, heyrðu, eitthvað fyrir okkur þarna niðri? Nei, við tökum því bara rólega hérna upp í strákar. Ef við ekki bara fá okkur einn bolla bara og slappa af. 10 drópa. Við kíkjum á því þegar það komið upp. 10 drópa teygja þig að setja bara svona. Já, þetta var ansið gott. En við ætlum að taka örsnögga pásu. Þegar við komum tilbaka þá fjöllum við allt sem gerist hérna í leik nr. 2 og sjáum hvernig stigin standa hér eftir fyrsta kvöldið af Trios. Þannig að ekki fara langt, við komum aftur rétt strax. Wait, is he switching lanes? Við erum hérna í Elko-deildinni. Leikur nr. 2 var að klárast. Það Trios sem í gangi núna og í kvöld vorum við með sama sigurvegaran í leik nr. 1 og leik nr. 2. Það var liðið Ára, skipað Denasi 13, Kristó og Dr. Hákon. Keimlíkir leikir í rauninni hvernig þeir fara þarna
leikmenn ná stjórn af hægrándinu þegar það eru kannski 4 hringir eftir og halda þeirri stjórn allt til loka. Það ljóst að restin af spilurunum í þessum leikjum muni þurfa að taka á honum stóra sínum til þess að stöðva þessa leikmenn frá því að ná þessari stjórn á hægrándinu sem við erum að sjá í þessum fyrstu 2 leikjum. Annars gæti það verið bara ansi erfitt fyrir þá að koma sér almennilega inn í þessu leiki og fara að stela þessum sigurum, eða hvað? Jú, ég held að þið verða bara að fara að kíkja á þann uppi, sko. Sjáum hérna stígin, þau eru komin upp á skjáin á bakvið okkur, fáum þau kannski fullscreen fyrir ykkur svo að þið séuð ekki hérna svona eins og mér með hann að lesa, en eftir 2 leiki, Denas 13, Dr. Hákon og Kristó Ára, strákarnir 21 fella, 2 sigrar, 172 stig. Þegar á eftir Tentakos og Steffen, það eru 136 stig, 20 fellur samt sem áður, bara virkilega vel gert. Markus Sjax og Theo Stuffy 130 stig, Mythic, Halli Bleki og Dagur 124 stig og svo Kristó, Gabbi og Sigmar með 102 stig þarna í 5. sæti. Ég ætla að leyfa ykkur heima að lesa restina af stöflunni, ég nenni bara ekki að fara í gegnum hana, en það sem er kannski svona punkturinn þarna fyrstu 5 sætin með yfir 100 stig, jú, vissulega munar hann einhverjum 72 stigum eða álíka, en það þýðir samt ekki að þetta er langt frá því að vera búið á þessum tímabúti. Sérstaklega þess að segja bara, einn sigur alveg 65 stigi núna. Já. Það rosa mikið. Það nefnilega mjög mikið og sko, ef að þú ert lið sem ert hérna í sæti 2, 3, 4, 5, jafnvel 6, 7, 8, 9, 10 sko, fókusinn þinn í þessum endgame hringjum ætti að vera að berjast hægrándi. Klálega. Þú veist, það ætti að vera fleiri lið núna sem að segja, hei, lið sem vann báðaleikina náðu hægrándinu snemma. Ég veit að það er ókveikjandi tilhugsun að fara þarna upp og challengea þá. Maður verður. En það verður að taka það með í reikningin. Það verður þá annarkvort að setja upp play þar sem þú getur skotið á niður eða að taka það að þeim, skilur við. Klálega. Og jafnvel þú sért bara að committa kannski 2 leikmönnum í það að fara og reyna að berjast fyrir hægum. Já, eins og segið, það er ekki hægt og sérstaklega verkið 3. eða öðru sæti. Þið getið ekki leyft þeim að vera hann uppi endalaust, sko. Nei. Annars þið í rauninu bara að gefa þeim þetta. Annarkvort það, eða annað play sem gæti verið sniðugt, taka bara layerinn fyrir neðan. Já. Skilur, byggja bara bókstaflega neðan á það sem þeir eru að byggja. Bara copy-pasta það bara nema. Já. Þú veist, þú tekur basically bara 1 box hérna, þú veist, þannig að þú aðskilur þig 1 layer frá. Klálega. Og svo tönnur það bara undir þá. Já, klálega. Og ert þá bara í rauninni að gera það sama, bara skjóta niður, sérstaklega ef að næsta vika spilast eins og þessi leikir, þar sem að enginn er að horfa upp og skjóta. Já. Þá ert þú bara, þú veist, þeir eru ekki að fara að fókusa á ykkur ef á spilarna beint fyrir neðan sig nema þeir þurfa á því að halda. Leið þú býr til hann 1 layer á milli að þá er erfiðara að skjóta niður. Svo ertu líka smá að fría því að bara beint fyrir neðan þá. Allir sem að muni síðan horfa upp eru svo líka að fara að fókusa á þá sem eru frá ofaðir. Bæði það og ef þú tekur síðan eftir því að þeir gleyma að tengja sig vel einhvers staðar, þá getur þú bara editað þakið þitt, editað kónið þitt og skotið á niður. Og þú veist, og þetta er svona ég vil virkilega bara skora á lið til þess að fara og reyna að finna þessa strategjur, af því að eins bara frábærlega spilað og mér fannst þetta að vera á sínum liðum, þá fannst mér sínum lið vera svolítið að glatast í kaosinu sem var að myndast til lokin. Og það er náttúrulega erfitt fyrir okkur sko að grípa allt sem að er að gerast þegar að endgameið er svona kaotist, en það sem við vorum að sjá kannski svona svolítið gegnum gangandi sem góðan hlut í þessum endgameum var high ground og rót þetta seint. Já. Það er eitthvað sem að sko bara kom mér á óvart hvað virkaði vel. Að meinarðu bara vera inn í storminu og þangað til þið þurfa að halda að koma? Ekkert endilega inn í storminum, bara vera síðastur til að hreyfa þig. Af því að sko það sem maður myndi búast við er að þú ert síðastur til að hreyfa þig, þá er allur hringurinn að horfa tilbaka og leysar þig. En spilararnir eru svolítið að láta staðrindina að það sé stutt vegalengd á milli þeirra og annara liða trufla sig. Klálega. Af því að sko ef það er einhver gæi, þú veist, ég er í boxinu mínu hér og þú ert bara í óvinalið í boxinu þínu bara þarna,
það þarf alveg aga af minni hálfu að segja, hei, Aron ekkert að fíblast í okkur akkurat núna. Nei. Horfum frekar á þá sem að róteta. Já. Þú veist, aftur, og kveikjandi tilhugsun. Og núna þeir líka bara 3. Já. Þannig að 2 geta að fara að pæla þér sem er róteta. 1 getur svona verið að fylgjast með því hvað ég er að gera. Tappa inn, skilur við, tryggja þeim stöðuna í hringnum, kallar á backup ef hann lendir í því að einhverju byrja að spreyja og þess að það er. Og þetta er svona verkaskipting sem ég held að sé að fara að fínpúsast núna. Já. Og ég bara hlakka mjög mikið til að sjá hvernig spilararnir halda áfram að leysa úr þessu. Klálega. Og eins og ég segi, þeir 3. Segjum að ég og þú séum hann í bóksi hlið við hlið, ekki vinir. Af hverju þá ekki 2 að pæli hverjir að koma inn eða hverjir að rótita og svo eða high ground eða pæli einhverju öðru í staðan fyrir 3 að fókusa bara Já, þú veist, ég skil tilhneiginguna. Tilhneigingin fókusum hérna því að við getum spreyjað 3 saman og við getum tekið einhvern niður bara í gegnum það að hann sé að builda. Þá ertu samt bara komin í basically bara 1v1 fight, sko. Já. En það er nefnilega málið, þú veist, þá ert að setja svo mikið af þínum resursum í þennan eina barda að þú ert jafnvel að missa af öðrum tækifæri. Þannig að þetta jafnvægi á eftir að skýrast betur í næstu vikum og ég bara, ef það er einhver ástæða sem að fólk þarf til þess að horfa áfram í næstu viku og þar næstu viku og vikun eftir það, bara að fá að sjá hvernig spilararnir leysa úr þessum vandamálum og hvernig þeir koma undirbúnir núna eftir fyrstu alvöru tríóskeppnina þeirra í næstu viku. Klálega. Þannig að, en áður en að við förum svona að ljúka hér í kvöld, þá ætlum við að fá endursýningar úr leik númer 2. Það var nóg að vera. Heldur Tjekka á því. Þarna byrjum við strax þar sem að Leicester komst í smá vesen og þeir lentu bara strax, Gunsi, Leicester og Emil, í því að þeir voru bara pushaðir. Já, þeir þurfa svolítið líka að fara að halda í tauman á Leicester, held ég. Ef þeir ætla að spila hlutdrægt eins og þeir 2 vilja greinilega gera, þá þurfa allir 3 að gera það. Já. Leicester fór aðeins og langt á undan og ég býst við því að við fáum sterkara lið frá þeim í næstu. 100%. Náðu að vísa að gera alveg gott mót, þeir eru í topp 10. Já. Náðu að bjarga þessu. En þá var bara, þeir spiluðu rebootið mjög vel. Já. Séralagur þarna að reyna að komast undan Lexa og félögum, það tókst ekki. Markus, Theo Stöffi og Sjax, allir mjög aggressífi spilarar, þarna Theo Stöffi aðeins svo fljótur á teleportinu en Markus náði að klára felluna sína þarna. Svo lentu þeir í smá vesinni fá á sig Sigmar, Ækristó og Gabba. Já, það er vont litur að fá á sig. Já, og Sjax fekk að finna fyrir því, hann var felldur þarna. Hann var samt, held ég, kom aftur inn í leikinn. Já, þannig er það gott dæmi lið sem passar upp á svona bilið á milli. Já. En þeir eru alltaf dauðafæri að fara 3 inn í sama slaginn og finna þennan eina sem er að gleyma sér. Sko, núna veit ég ekki hvort það hafi bara verið eitthvað rugl í gangi, en mér fannst sko gerast stundum. Þetta var óheppilegt, við sáum ekki þetta áðan en það var svona sem að Brjátbreki fjall og hann var bara étinn leið og hann teleportaði. Það eru 3 menn sem kunna með það. Já, og allir að skjóta. Þetta hefur verið sko, hann hefur ekki vitað hvað hefur gerst, en hann var bara felldur. En liðsfélagar hans, Helgi, Rafael þarna og reyna að berjast á móti. Tekst samt því miður ekki og endanum, fellur þarna Helgi, Rafael, við sáum að sjá það 2 svar. Enda flott fella hjá Denasi, hvort mikið við því og svo Júni Ara, síðasti leikmaðurinn í þessu liði til þess að falla. Þarna lendi Þorri í smá vesinni. Sjáðu hvað Denas gefur ekkert færi á sér þegar hann er að loka bilinu þarna. Spilar þetta bara fullkomlega og allt í einu er hann komin inn í boxið. Þorri veit ekki hvaðan á sig stendur, veðrið fellur þarna. Við þurfum að senda Denas líka svona Evrópu-keppni. Já, það væri gaman að fylgjast með og ef að þessi spilarar, sérstaklega núna þegar við erum komið með tríó sem er að æfa sig saman, ef þessi spilarar taka sig til og taka þátt í kannski Cash Cup eða öðrum eins mótum inn í leiknum, látið okkur vita. Postið það inn á Fortnite á Íslandi Discordinu, streymið því, sendið á mig hvernig ykkur gekk. Ég bara vil endilega vita það því að mér finnst við vera að rækta hæfileikaríka spilara hérna á Íslandi og sjáðu þarna í zóni 10
eru þeir strax komnir á hægráðið. Og þú veist, ég gerir mig grein fyrir því, þarna sáum við sko örtröðina sem að myndaðist. Ég gerir mig grein fyrir því, það ekkert rosalega mikið að tækifærum fyrir fólk að skjóta það niður hana, en samt. Það gerði engin tilraun, nema núna Metek og einn. Já, þeir ákváðu, ég meina það var eina sem þeir gátu gert á þessum tímapunkti var að reyna að skora á hægráttið og þeir enduðu á því að það virkaði allavega nógu vel til þess að Kristó endaði 1-1 á móti Halablika, en Kristó bara spilaði þetta ótrúlega vel. Já, klárlega. Staðsetti sig fullkomlega til þess að taka á móti Halablika vísu líka, hann var eins og talar og kom rosalega seint inn í þetta og það bara keypti hann annarsæti sko. Já, og ég meina annarsætið fullt af stigum. Hellingur aðeim. Það mikilvægara heldur en allar fellurnar. Það kom þeim inn í þeir endan ára kvöldi í topp 3 út af þessu. Já. Þannig að við erum að sjá líka sko að einn leikmaður eftir í liði getur gert rosalega mikið. Það var í bara sjá það í báðum leikum. Það Lexi, þarna þriðja sætið fyrir sitt lið. Báðir hans liðsfélagar voru fallnir alveg löngu síðan. Já, bara löngu síðan. Þannig að, en þá ætlum við að fara